Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 25. nóvember 2020. Þessi fundur númer 772 og ég segi fund settan. Að þessu sinni eru 14 mál á dagskrá og forseti ætla hér upp að venju að fara svona yfir þetta með hraði. Þetta skiptist þannig núna að fyrsti liður er útsvarsprósenta 2021. Síðan mál númer 2 er fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021 til 2024 og síðan kemur nú hefðbundin röð 2 fundargerðir frá bæjarráði, 2 fundargerðir frá nefndum, það eru fáar að þessu sinni, það er fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar og skipulagsnefnd. Síðan er liður 5 sem er samþykkt stjórn Mosfellsbæjar, breytingar og loks eru það fundargerðir til staðfestingar, það eru 7 að þessu sinni, þar að veru 3 fundargerðir frá SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Við göngum þá til dagskrárinnar og fyrsti liður er eins og ég sagði áðan útsvarsprósenta 2021. Það liggur hér fyrir tillaga á fundinum. Ég ætla að biðja Harald Sverrisson bæjarstjóra að taka til máls undir þessum lið fyrst og síðan mun ég gefa orðið laust. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Svo sem bara mjög einfalt. Það liggur hérna fyrir tillaga að útsvarsprósentu fyrir árið 2021. Hana ber að senda ráðuneyti fjármála og efnahagsmála fyrir 1. desember og tillagan hljóðar þannig að útsvarsprósenta sé óbreytt frá árinu 2020 eða 14,48%. Og þetta er sama talan og hefur verið notuð í framlagningu fjárhagsáætlunar. Þannig að þeir drög að fjárhagsáætlun sem hér er til umræðu eftirganga gera ráð fyrir að þetta sé útsvarsprósentan. Ef henni verður breytt af bæjarstjórn þá þarf þá að breyta þessum drögum af fjárhagsáætlun. Þannig að ég legg þetta bara fyrir fundi. Og ég er búinn að opna mældaskrána fyrir þetta mál og það hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Já, það liggur hérna fyrir tillaga útbreytta útsvarsprósentu eða 14,48% í stað 14,52% sem er hámarks prósentutalan. Ég hef gagnrýnt þetta áður og held áfram að gera það. Þetta er bitamunur ekki fjár fyrir bæjarbúa í Mosfellsbæ, hvort þeir greiði 14,48% eða 14,52% í útsvar til bæjarins. Ég er upplýst það að ef útsvarsprósentur er hækkuð í 14,52%, þá myndi það þýða 21 milljóna króna hærri útsvarsgreiðslur inn í bæjarsjóð. Og í stóra samhenginu er það kannski ekki há fjárhæð, í því stóra samhengi sem við erum að horfa á í fjárhagsáætluninni, en hún getur samt skipt máli, til dæmis bara inn í skólaþjónustu, sem sagt 21 milljón króna. Ef við hins vegar dreifum þessu á alla skattgreiðendur bæjarins, þá skiptir þetta litlu máli. Þannig að ég held mig við það að styðja ekki þessa útsvarsprósentu og það hefur reyndar komið fram á fundum bæjarstjórnar þessu kjörtímabili síðast að þetta er meiri svona sýndarlækkun heldur en að það sé einhver og þar með viðurkenning á því að þetta er ekki einhver stórir fjármunir sem skipta almenna íbúa Mosfellsbæjar stórkostlegu máli í þeirra heimilisrekstri. Takk. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, beðum orðið gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka fyrir forseti. Ég vil nú vera á móti þessari skýringu síðasta ræðumanns Samfylkingarinnar að þetta skiptir ekki máli og ef þetta skiptir ekki svona miklu máli þá skiptir það væntanlega ekki miklu máli að breyta þessu. En þetta telur, allt saman telur
og ég þykki reyndar dálítið djarft samt að vera með þetta ennþá svona hátt, en það ekkert við því að gera í ljósi stöðunar. Þannig að ég reikna með að samþykkja þessa útsvarstölu, ekki vegna þess að ég sé að samþykkja alla stefnuna á bak við fjárhagsáætlunina, heldur að ég tel að við eigum að reyna að gera okkur besta hérna heima við að spara, og mér sýnist að það sé búið að vinna það mikið í áætluninni til þess að spara umtalsvert að þessi 20 milljón króna breyting mun ekki breyta miklu, en við þurfum líka að halda í hvatan að einstaklingar hafi áhuga að vinna. Já, það eru tveir að mældaskar núna. Næstu tekur til máls Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, þar kom að því. Ég nú bara nokkurn veginn alveg sammála því sem hér kom fram hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari. Sko, ég held að með verða að horfa á þetta í heildarsamhengi. Útsvars álagningarprósentar er einn af skattstofnum sveitarfélagsins, og svo ýmis gjöld sem bærinn tekur. Sko, ef að Samfylkingin vill hafa alla álagningarstofna skattsins í hámarki, þá getum við að hækka fasteignaskattanum svona cirka about 50%. Við höfum svigrúm til þess í heimildunum varðandi álagningar á fasteignaskattum. Ég er ekki viss að það yrði mikil hrifning með bæjarbúa með það. Þannig að við verðum að horfa á þetta í þessu samhengi. Við erum hér samfélag sem erum að taka skatta og nota þá í almannaþágu, sem gott, og þessu tilfelli erum við ekki með útsvars álagningunni í hámarki, heldur ekki fasteigna skattaálagninguna. Við erum að lækka hér, búin undanfarin að lækka hér leikskólagjöld og ekki hækka því í samræmi við verðlag. Þannig að allt þetta bara liður og hluti af svona, skattlagningar og gjaldtöku stefnu sveitarfélagsins. Og það var að horfa á það í heildarsamhengi, og menn get ekki fært rök fyrir því að einn skattstofnun eigi að vera í hámarki og annar í einhverju lágmarki. Það verður að vera einhvern system í galskapi, þannig að ég held að þetta sé eins gott og það getur orðið. Já, við heldum áfram með mældaskrána. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, þú beðinn úr rið, gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúar, forseti. Ég vildi bara segja mína skoðun á þessari tillögu varðandi útsvari. Ég er sammála henni að henni verði haldið óbreyttur frá 2020 og kannski aðeins að koma inn á svipuðum nótum eins og Haraldur og Sveinn Óskar voru að nefna. Það er búið að hvetja sveitarfélög til þess að hækka ekki álögur á íbúa í þessu ástandi sem í dag. Og vissulega þetta kannski lítið peningar fyrir hvern og einn, það alveg rétt hjá bæjarfulltrúa og önnur Sigríði. Og auðvitað myndi bæinn muna 20 milljónir á þessum erfiðu tímum. Það heldur engin spurning, en við verðum samt sem áður að reyna að standa okkur í því að vera ekki að hækka skattana. Og svo spyr ég mig þá líka að einmitt sko, ef að bæjarbúum munar ekkert að við myndum hækka útsvarsprósentur, eigum við þá ekki sleppa því líka að lækka fasteignaskattann eins og við höfum verið að gera, og svo framvegis, hvar ættum við að stoppa? Hvað getum við klipið mikið hér og þar og fengið margar svona 20 milljónir hjá bæjarbúum án þess að það fara að svíða, og það verður kannski gaman að heyra afstöðu bæjarfulltrúans til þess, en ég vil endilega að við reynum að halda þessu óbreyttu, og vonandi verður þetta stutt, en auðvitað er þetta erfitt og það verður mjög gott að fá alla auka peninga eins sem hægt væri. Takk fyrir. Já, næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel. Já, það er náttúrulega alveg ljóst að við höfum mismunandi skoðanir á þessu. Ég þykir að láta Ásgeir eitthvað særa mig í langa ræður hvernig ég vil hafa skattheimtuna. En mér finnst líka dálítið merkilegt að bæjarstjóri, sem framkvæmdastjóri bæjarins og oddviti Sjálfstæðismanna kemur hér í pontu, rafræna pontu, og segir, og ég skrifaði niður eftir honum, ef Samfylkingin vill hafa alla skattstofna í hámarki, þá kannski hitt og þetta.
Ég veit ekki hvað hann hefur fyrir sér í því, ekki nefndi ég það og ég vil bara biðjast undan því að fólk sé að leggja mér orð í munn eða skoðanir í munn og og það kom einnig fram í máli framkvæmdastjóra bæjarins og formanns bæjarráðs. Formaður bæjarráðs fannst mér taka undir það að það sé ekki hægt að færa rök fyrir því að einn skattstofn sé í hámarki en annar í lágmarki. Það bara víst hægt, skiljiði, og ef það hentaði ykkur þá náttúrulega myndi þið finna þau rök. En þetta mín skoðun. Mér finnst sérstaklega á þessum tímum, þá þarf að horfa í hverja krónu. Við gætum svo vel nota 21 milljón króna til dæmis inn í stoðþjónustu í skólum til þess að efla hana. Og það hefur nú verið reiknað út hvað þessi 21 milljón króna leggur svo á í vösum íbúa og það ekki háar upphæðir. En að því loknu þá vil ég bara segja að það yndislegt að heyra það samhljóm sem hér komin upp á milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Það kannski ekki skrítið að horfa til fortíðar manna og þeir eiga meira sameiginlegt heldur en það sem sundrar þá. En það bara voðalega yndelt að heyra þennan samhljóm sem komin Og svo vík ég orðinu frá mér. Já. Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, ég þakka bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar fyrir þau skilaboð sem hún að senda hingað út til okkar, en ég vil bara benda á það að í ræðu formanns Samfylkingarinnar á síðasta fundi þeirra kom ekkert fram að bæta stoðþjónustuna. Það átti að fjölga opinberum embættismönnum. Og ef að fyrsta lagi virðist fulltrúi Samfylkingarinnar hér vera búin að sjá fyrir sig hvernig hún ætlar að eyða þessum pening. Í hvað? En það stangast á við það sem að formaður hennar eigin flokk ætla að ráðstafa öllu fé núna, það að fjölga opinberum starfsmönnum. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Bara rétt að leggja orð í belg undir þessari umræðu. Ég ber auðvitað fulla virðingu fyrir afstöðu bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Hún algjörlega heimild til þess að hafa þessa skoðun og ég virði það bara. En ég staddur á þeim stað hvað þetta varðar að hreyfa ekki við álagningaprósentunni og ef að ég hefði viljað hreyfa við henni, þá ég vilja hreyfa við henni í hina áttina eins og sakir standa en það ekki hægt. Ég treysti mér ekki til þess að leggja það til við þessa umræðu að lækka álagningaprósentuna en það hefði sannarlega verið ástæða til þess ef að betur hefði árað. En þannig að ég mun bara styðja þetta, þessi prósenta svo sem búin að vera óbreytt í all mörg ár ef ég man rétt og þannig ég ætla að halda mig við hana núna en ég ber fulla virðingu fyrir afstöðu bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar sem lagði til hækkunina. Það bara hennar skoðun, hún hefur rétt á því og við hin höfum þá rétt á að hafa okkar afstöðu. Takk fyrir. Já, Forseti, já. Forseti, getið fengið fundarhlé? Fundarhlé, já, það sjálfsagt. Það hefur verið beðin fundarhlé og við gerum fundarhlé. Já, við hefjum þá fund að nýju og það ekki fleira mælendaskrá fyrsta lið fundarins sem útsvarsprósenta 2021. Það lá hér fyrir tillaga það að útsvarsprósenta verði 14,48% og ég bið þá, ef við göngum þá til atkvæði inn á spjallinu. Þeir sem samþykkja það skrifa já, þeir sem eru á móti skrifa nei og svo hægt að sitja hjá líka. Atkvæðagreiðslan hafin. Já, þetta 8 já, sýnist mér og það ein hjáseta.
8 já og 1 situr hjá. Og það verður fært til bókar. Þá förum við í annan lið sem tengist fjármálum heldur betur. Það er sjálfsfjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021-2024. Þetta er fyrri umræða. Það er ákveðið hvenær seinni umræða verður, hún verður 9. desember en ég ætla að gefa fyrst orðið til framkvæmdastjóra sveitarfélagsins Haraldi Sverrissonar og síðan mun opna mælendaskrá. Hann mun þá gera grein fyrir áætluninni fyrst og síðan verður opnuð mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Ég ætla að fá að deila hérna á skjánum þá nokkrum glærum með þínu leyfi. Já, gjörðu svo vel. Þannig er þetta komið. Er það ekki? Já, takk forseti. Já, við erum hér að fara að ræða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2021-2024. Það er að segja, við erum að tala þá áætlun fyrir næsta ár, fyrir árið 2021 sem er bindandi áætlun og svo stefnumarkandi áætlun fyrir árin 3 þar á eftir, það er að segja árin 2022, 23 og 24. Og þetta er þá fyrri umræða þessa áætlun. Langar aðeins bara hér í upphafi að renna yfir svona hvernig þetta hefur gengið fyrir sig, þessi vinnan við fjárhagsáætlunina. Að í júní til ágúst voru forstöðumenn að vinna að fjárhagsáætlun með undir stjórn framkvæmdastjóra viðkomandi sviðs, af því að það var verið að púsla inn í þeim tölum sem að liggja fyrir þann rekstur sem að hefur verið í gangi núna þessu ári og þá ætlum að hafa árinu 2021. Nú síðan frá miðjum september hefur bæjarráð verið að fjalla einstaka liði fjárhagsáætlunar, fjallað íbúaspá, fjallað tekjuáætlun, fjallað áætlun einhverjar fjárfestingar. Reyndar hefur fjallað oftar en einu sinni tekjuáætlun því hún hefur nú eitthvað breyst á þessum tímum og þessum millum hefur líka hefur bæjarráð verið að ræða viðbrögð og breytingar á áætluninni fyrir árið í ár sem að snýra þeim aðstæðum sem við erum í núna vegna kórónuveirunnar. Hún er náttúrulega að leggja eða setja mjög stórt strik í reikning sveitarfélaga og svo sem annarra líka hvað varðar reksturinn. Nú síðan þann 19. nóvember þá voru lögð fram drög að fjárhagsáætlun í bæjarráði og bæjarráð vísaði þeim drögum til bæjarstjórnar sem til fyrir umræðu og þar erum við stödd hérna. Það er síðan þann 25. nóvember. Við erum að ræða fjárhagsáætlun til fyrir umræðu og við gerum það ráð fyrir því að henni verði vísað hér á eftir til nefnda, það tillagan, og við tókum svo hér áðan ákvörðun útsvarsprósentuna sem er þá hluti af þessari fjárhagsáætlun. Og svo er gert ráð fyrir því og að seinni umræðan fjárhagsáætlun verði í bæjarstjórn þann 9. desember. En það er náttúrulega þessa fundar að ákveða það formlega. En ef við snúum okkur að fjárhagsáætlun sjálf, ég langar hérna þessi upphafi að fara yfir svona helstu áherslur þar sem fram koma í þessari áætlun. Stendur hér að rekstur bæjarins taki mið af því efnahagsástandi sem nú ríkir og veltumfé frá rekstri verði þrátt fyrir það jákvætt. Það er náttúrulega allt annað rekstrarumhverfi hjá sveitarfélögum nú heldur en var hér í upphafi árs fyrir kórónuveiruna. Tekjur hafa lækkað, kostnaður hefur hækkað og því hefur til að mynda fjárhagsáætlun ársins í ár verið endurskoðuð og útspá þar gerir ráð fyrir allt annarri niðurstöðu heldur en fjárhagsáætlun sagði til og það endurspeglast í raun og veru í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár að það er verið að gera ráð fyrir því að það verið töluverður halli á rekstri bæjarins á árinu 2021
og ég raun og veru, það ansi langt síðan og ég alla man eftir því að við höfum lagt fram fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir halla á rekstri. En hin ákvörðun hefði þá verið að skera verulega niður og minnka þjónustu ef það hefði átt að geta verið mögulegt að koma saman fjárhagsáætlun með jákvæðri niðurstöðu. Og það var svona ákvörðunin að gera það ekki, heldur að reyna að halda úti þeim rekstri og þeirri þjónustu sem og styðja þannig við fjölskyldunar og samfélagið í bænum okkar og bærinn tæki þá á sig þennan skell á þessu og næsta ári að minnsta kosti vegna þessa ástands. En við gerum samt ráð fyrir því að veltufé frá rekstri verði þrátt fyrir það jákvætt og að við séum því ekki að taka lán fyrir okkar venjubundna rekstri. Nú eigum við nú með að taka þau fyrir svona stórum parti af okkar framkvæmdum og endurfjármögnun á okkar skuldum. Við erum að tala að gjaldskrár breytist í samræmi við stefnumörkun lífskjarasamninga, það er að segja að þau hækki bara í samræmi við verðlag og hækki þar af leiðandi ekki á raungildi gjaldskrárnar, en svo gert ráð fyrir því, gert tillaga um það að leikskólagjöld lækki 5% eins og hefur verið gert núna hverju ári á þessu kjörtímabili. Það verið að gera ráð fyrir því að álagningarhlutföll fasteignagjalda og atvinnurekstur lækki. Þar staðan þannig að hækkun fasteignamats á atvinnuhúsnæði var örlítið meiri heldur en hækkun verðlags og það því verið að gera tillögu það að álagningarhlutföllin á fasteignagjöldum og atvinnurekstur lækki til samræmis þannig að hækkunni verði bara samkvæmt verðlagi þannig að þau hækki ekki á raungildi. Í íbúðarhúsnæðinu var það þannig að hækkun fasteignamats var nánast sú sama og hækkun verðlags þannig að þar álagningarhlutföllin óbreytt og því fólk að borga á raungildi það sama árið 2021 og árið 2020 á meðaltali. Það verið að leggja áherslu á það að yngstu nemendur í listaskólanum sækir tónlistarnám sínum við heimaskóla. Það verið náttúrulega með tilkomu Helgafeldsskóla hefur orðið til þar mjög góð aðstaða til að kenna tónlistarnám þar og það búið að vera að bæta þá aðstöðu bæði í Lágafeldsskóla og Varmárskóla þannig að það svona stefnan að þetta að kenna yngstu nemendunum eins mikið og hægt í tónlist í skólunum. Það séu svo eldri nemendur sem sækir þá í skólan, hinn eiginlegan tónlistarskóla sem hér í Þverholtinu. Nú erum að gera ráð fyrir því að seinni 2 áfangar Helgafeldsskóla framkvæmdu þá verði lokið og að í næsta haust og að þar með verði skólinn orðinn heildstæður leik- og grunnskóli, fyrir alla árganga leik- og grunnskólans. Það líka verið að gera ráð fyrir því að efla talmeina og sálfræðaþjónustu skólum bæjarins í þessari fjárhagsáætlun og áfram að efla upplýsing og tæknimál í skólunum okkar, grunn- og leikskólunum. Búið að vera að gera átak í því undanfarin ár og það er gert ráð fyrir því að það átak haldi áfram. Og við erum líka að gera ráð fyrir því að bæta í enn og aftur við þjónustu við 12 til 18 mánaða börn. Plássum þar verði fyrir þennan aldurshóp fjölgað 30% á árinu 2021 og þá fer það nú að verða þannig að við þurfum að sjá til lands með það að öll börn í þeim á þessum aldri geti notið þjónustu ungbarnadeilda hér í bæ eða þá sem við höfum samið við. Þetta er mikilvægt framfaraskref við þjónustu við barnafjölskyldur hér í bæ. Og við erum að tala að fjölga félagslegum íbúðum, það er gert ráð fyrir því í þessari áætlun og að halda áfram átaki í viðhaldi byggingabæjarins sem hefur verið stórt átak núna undanförnum árum. Það er gert ráð fyrir því að vinna að umbótum á þjónustu og stjórnsýslu í samvinnu við starfsmenn og íbúa og kjörnarfulltrúa til samræmis við áherslur í stefnumótun Mosfellsbæjar til ársins 2027. Og svo gerum við ráð fyrir því að lýðræðisverkefni okkar Mosó
verði framkvæmt árið 2021 og það verður þá í þriðja sinn sem það verður gert. Þetta gengur út á það að það er svona íbúakosning verkefni sem að íbúar vilja láta framkvæma í sínum hverfi eða sínum bæ og ákveðnu fjármagni veitt í það. Og svo hefur verið veitt fjármunum og unnið að stefnumótun hlékar sem vettvang menningarstarfsemi í Mosfellsbæ. Því verður haldið áfram á árinu 2021. Þannig að þetta eru svona helstu áherslur. Ég held ekki alveg sagt að þetta er kannski engin sérstök flugeldasýning en þó verður að halda áfram með mjög veigamikil og þörf verkefni sem hafa verið í gangi undanfarin ár og eru sum hver töluvert kostnaðarsöm, til að mynda eins og þjónusta við 12 til 18 manna börnin. Það er mjög kostnaðarsamt verkefni, bæði í húsnæði og mannafla. Það er mjög þarft. En það er verið að halda sjó og halda uppi þeirri þjónustu sem mörkuð hefur verið hér í bæ og sumu tilfellum er það að bæta í hana, þannig að ég held að það hljóti að teljast ánægjuefni í því ástandi sem við erum núna í og því efnahagsástandi sem blasir við árið 2021 og hefur verið árið 2020. Afleiðingin af því er reyndar sú að það samkvæmt þessari áætlun verður halli á rekstrinum, en við búum við það að hafa rekið bæjarsjóð með ágætis afgangi undanfarin ár og við eigum að þola þetta þó að auðvitað muni skuldir aukast við það sem hefur svo sem ekki verið sérstaklega á stefnuskrá okkar hér í Mosfellsbæ að gera, en við þurfum hins vegar að bíta í það súra epli núna. Og þessar áherslur þá að gera hérna líka langtímaspá fyrir, sem ég nefndi hérna áðan, fyrir árin 22 til 24 og langtímaspáin hún miðar að því að bara gerir ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi frá árum 2020. Það er sem sagt ekki það þýðir ekki það að þjónustustigi getur ekki breyst þegar komið að fjárhagsáætlun fyrir viðkomandi ár, en þessi langtíma áætlun gerir ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi. Og hún gerir ráð fyrir vexti í samræmi við íbúaspá og þá fjárfestingaráætlun sem er hluti af henni og fjármagnsliðir eru uppreiknaðir miðað við verðlagsspá og þá erum við að ganga út frá því að vísitala neysluverðs sem er reiknuð og áætluð af Hagstofu Íslands að það sé hluti af forsendunum fyrir langtíma áætlunina. Við erum líka spá fyrir þróun launakostnaðar Mosfellsbæjar á þessum árafjölda og þar miðum við þá kjarasamninga sem í gildi núna og gerum ráð fyrir því að launahækkanir og breytingar vegna þeirra framleikist á árinu þar og eftir. Það er svo sem ekkert sem við vitum, en við höfum svo sem ekkert annað betra að miða við. Og síðan er þá spá þróun útsvarsstofns Mosfellsbæjar í samræmi við þá spá sem að Sambandsliðsnefnd sveitarfélaga hefur gert fyrir þróun útsvars á landinu öllu og svo bætum við það þeirri íbúafjölgun sem við höfum, samkvæmt þeirri íbúaspá sem hefur lagt fram til grundvallar á þessari fjárhagsáætlun. Og miðað við þá íbúaspá þá erum við til að mynda að gera ráð fyrir því að spá fyrir það að í lok ársins 2024 verði Mosfellingar orðnir tæplega 15.000 talsins. Þannig að þetta eru forsendurnar fyrir þá langtímaspána. Og ef við förum þá í reksturinn sjálfan, ef við tökum hérna áætlunina eins og hún lítur út, þess að hérna til. Já, þá sem sagt fjárhagsáætlunin fyrir árið 2001 gerir ráð fyrir því og rekstrarreikningur samkvæmt honum að tekjur sveitarfélagsins verði rúmir 13,3 milljarðar á árinu 2021 og verði orðnir rúmir 18 milljarðar árið 2024 og rekstrarkostnaðurinn hann verði tæpir 12,7 milljarðar á árinu 2001 en verði orðnir 16 milljarðar árið 2024
og framleiðin frá rekstri, hún verður nú ekki mikil samkvæmt þessari áætlun árið 2021, þar að segja tæpar 634 milljónir en verði orðnir rúmir 2 milljarðar árið 2024. Og frá framleiðinni dragast afskriftirnar og þá fáum við niðurstöðan fjármagnsliða og við gerum ráð fyrir því að afgangur á rekstri fyrir fjármagnsliði fyrir árið 2021 verði 132 milljónir, orðnar tæpar 1400 milljónir árið 2024 og þegar búið að draga frá fjármagnsliði og tekjuskatt að þá verði rekstrarhallinn á árinu 2021 567 milljónir og áfram verði halli á árinu 2022 278 milljónir. Við skríðum aðeins yfir núllið á árinu 2023, þá verði afgangur 122 milljónir en verður svona komin kannski ástand, svona eðlilegt ástand innan gæsalappa, svona ástand sem við höfum séð núna síðustu árin. Árið 2024 en þá verði afgangur á rekstri 500 milljónir. Þannig að, og við erum að gera ráð fyrir því samkvæmt útkomuspá árið 2020 að hallinn verði 448 milljónir á árinu í ár. Þannig við erum að sjá hérna fram á 3 slæm ár, árið í ár, og sérstaklega árið í ár og árið 2021. Það verði áfram halli, mikið árið 2002 og svo förum við að skila þessu jákvæði árið 2023 og komið með mjög góðan afgang árið 2024. En þetta náttúrulega allt saman óvissu háð. Þetta getur verið betra og þetta getur orðið verra. Allt held ég að það snúist um það hversu fljótt okkur tekst að bólusetja þjóðina og ekki bara þjóðina heldur heiminn allan. Því það ljóst að svona atvinnugreinin ferðaþjónusta mun ekki fara í gang fyrir en að fólk fer að ferðast aftur og telur það óhætt og sóttvarnayfirvöld telja það óhætt. Og það snýst sjálfsagt um það að bólusetningar gangi vel, annars vegar að þær væntingar sem núna í gangi bóluefni, þær gangi eftir og það gangi hratt og örugglega að bólusetja okkar landsmenn og aðrar þjóðir. Og þannig að það örugglega mun meiri óheilsa í þessari áætlanagerð en oft áður vegna þessa ástand sem nú ríkir. En þetta sem sagt rekstrarreikningurinn og við tölum aðeins í sjóðstreymið og sérstaklega bara fyrir árið næsta ár að eins og hérna kom fram þá gert ráð fyrir því að verði halli á rekstri bæjarins upp á 567 milljónir á árinu 2021 og þegar búið að leiðrétta fyrir reiknuðum liðum eins og afskriftum, verðbótum og breytingum og skuldbindingum þá gert ráð fyrir því að það verði þó jákvætt veltufé frá rekstri upp á 486 milljónir. En veltufé frá rekstri er sú tala sem eftir stendur á bankareikningum okkar þegar búið er að greiða kostnað og sú fjárhæð sem við getum notað til að fjárfesta fyrir og greiða afborganir okkar skuldum. Þetta er ekki há tala í samanborði við það sem það hefur verið. Þetta er 3,7% af tekjum. Og gjarnan hefði mann að vilja hafa þá töluvert hærri. Við höfum nú svona verið að miða við það að við höfum viljað hafa þá tölu svona í kringum 10% jafnvel meira. En sammæltumst það núna vegna ástandsins þá væri það ekki raunhæft. Og því erum við raun og veru að fjármagna allar okkar framkvæmdir á árinu 2021 með lánum. Staðinn fyrir að við höfum getað notað eitthvað úr rekstrinum til þess að greiða það, þannig að auðvitað þarf alltaf að fjármagna eitthvað með lánum en núna þurfum við að gera það allt saman. Og við erum að tala um að skulda viðmiðið samkvæmt sveitarstjórnarlögum verði komið upp í rúm 113% í árslok 2021 en það var tæp 85% árinu árslok árið 2019. Þannig að þetta hefur þessar afleiðingar að reksturinn sé ekki að skila fjármunum upp í fjárfestingar. Og þá þarf að fjármagna hær með lánum og það hækkar þessar tölur. En við erum náttúrulega sjálfsögðu ennþá langt undir viðmiðunum sveitarstjórnarlaga, það er að segja fjármálareglum sveitarstjórnarlaga 150%.
en þið sjáið samt að þetta hækkar töluvert hratt sko, þegar reksturinn er ekki að skila fjármunum upp í fjárfestingar. Og förum í A-hlutann þá er þetta sundurliðun á skatttekjunum og framlögum frá jöfnunarsjóði. Skatttekjurnar eru sem betur fer að hækka aðeins 577 milljónir eða 7% frá útkomuspánni 2020 til áætlun 2021, en þetta er ekkert í samræmi við það sem hefur verið undanfarin ár og vegur ekki upp í þá íbúafjölgun og þá þjónustu sem við höfum verið að veita. Og það er líka að dragast eða hækka minna jöfnunarsjóðstekjurnar, þannig að heildartekjur eru áætlaðar rúmir 11 milljarðar á árinu 2021, hækkun 6% eða 670 milljónir frá útkomuspánni. Þetta er svona tölur sem við hefum séð hingað til svona síðustu árinni 11–12%, þannig að þetta er töluvert minni tala og skapar í raun og veru það að ekki er grundvöllur fyrir jákvæðri niðurstöðu miðað við það að halda út í óbreyttri þjónustu. Og aðalsjóðurinn, ég ætla svo sem ekkert að þreyta ykkur með þessum tölum, aðalsjóðurinn, það er hinn eiginlegi rekstur bæjarins, það er verið að tala neikvæða rekstrarniðurstöðu þar upp á rúma 650 milljónir og svona sami taktur í þessu eins og nefna áðan, það verið komin ágætis niðurstöða í þetta árið 2024. Og eignasjóðurinn, það er sá sem heldur utan eignir bæjarins og lán tengd þeim og hann verður nú svona nokkurn veginn í jafnvægi svona á þessu árabili. En það er svo sem ekkert, þetta er svo sem stilt upp svo sem til þess. Og þjónustustöðin líka, þetta eru þessir sjóðir sem að mynda A-hlutann. Það er þetta svo nokkurn veginn jafnvægi líka. Og þá er þetta yfirlitið málaflokkana. Við sjáum það að skatttekjurnar, með framlög jöfnunarsjóðs, er þessi 11 milljarðar rúmir, 11 milljarðar 21 milljón. Og svo koma málaflokkarnir hver og öðrum og þið sjáum að fræðslumálin eru langstærsti málaflokkurinn, hann að taka til sín 6.570 milljónir. Af þessum 11 milljörðum sem að tekjurnar eru, þá taka fræðslumáli 6.570 milljónir á árinu 2021. Það er hækkun 8% frá árinu 2020 á útkomuspánni. Og fyrst og fremst eru þessar hækkanir vegna launabreytinga. Launahækkanir starfsmanna sveitarfélaga eru hlutfallslega töluvert miklar hafa verið á árinu núna þessu ári, síðasta ári og næsta ári vegna þess að stefnumörkun kjarasamninga finnst þeim þannig að hækka lægstu launin meira eða hlutfallslega meira til krónutöluhækkanir og þá vegur það hærra á lægstu launin og starfsmenn sveitarfélaga eru svona frekar lágt launaðir í samanburði við aðra, þannig að það er gott að laun þeirra eru að hækka en það er áhrif á launakostnaður að vera stærra hlutfall af tekjunum heldur en áður. Og æskulýðs- og íþróttamálin eru þarna tæpar 1300 milljónir, hækka 3% milli ára og svo er það félagsþjónustan sem er 2.271 milljón, hækkar 10% milli ára. Þetta eru svona stærstu einstöku málaflokkarnir og síðan koma þessi sjóðir, þar sé eignasjóður og þjónustustöðin og svo B-hlutastofnanirnar, veiturnar okkar og hjúkrunarheimilið og félagslegar íbúðir sem að þá samtals myndar að þennan halla upp á 567 milljónir, þar sé að B-hlutastofnanir eru að skila 100 milljónum í tekjur eða í afgang sem að þá lækka halla aðalsjóðsins þá tölu, þannig að skapar þá samstæðu niðurstöðun upp á 567 milljónir í halla.
Þarna var til samanburðar gert ráð fyrir því að áætlunin 2020 yrði með afgang upp á 230 milljónir, en niðurstaðan verður væntanlega í kringum 450 milljónir í halla. Þannig að það er þarna 800 milljón króna viðsnúningur að ræða frá fjárhagsáætlun sem hún var samþykkt í desember árið 2019 og svona áætlaðri niðurstöðu fyrir árið 2020. Og það skapast náttúrulega vegna þessa ástand sem við erum í núna. Þannig að við tökum aðeins rekstur hérna B-hlutana. Þetta nú bara, ætla nú ekkert að eyða miklum tími þetta. Það þarna halli gert ráð fyrir á félagslegum íbúðum í kringum 20 milljónir á öll þessi ár. Fráveitan að skila afgangi upp á svona cirka 70 milljónir öll árin og hitaveitan svona í kringum 20-25 milljónir þarna upp í áætlun upp í tæpar 40 milljónir 2024 sem það áætlaður afgangur. Þetta svo sem ekki stór tala í samanburði við veltuna, þetta hálfs milljarðs velta. Þannig að það svo sem ekki, þetta svona nánast ánúli og sama má segja vatnsveituna, þetta kringum 20 milljóna afgangur miðað við að veltan eitthvað í kringum 240 plús milljónir. Þannig að þetta svona staðan í þessu og hjúkrunarheimili, það er bara reksturinn á húsinu sem slíku og það er svona að leika sér ekki kringum núlli. Þetta er ekki kemur rekstur hjúkrunarheimilis ekkert við. Við eigum húsnæði sem hjúkrunarheimili Hamravík í og leitum það ríkinu, það er bara reikningurinn fyrir það. Það sé þjónustutekjur og slíkt. Og síðan hér sjóðstreymið, enda vorum við búin að fara yfir það hér áðan fyrir árið 2021 það skilaði þarna jákvæðu veltufé upp á tæpar 500 milljónir fyrir árið 2021. Það er gert ráð fyrir að sú tala verði orðin 860 milljónir 2022 og er komin upp í 1750 milljónir árið 2024. Og þá erum við svona að fara að nálgast þessi 10% sem að teljum svona eðlilega tölu í því hvað reksturinn er að skila af sér til þess að nota upp í fjárfestingar og afborganir lána. Þannig að í því samhengi sagði ég að þá vorum við svona komin á svona sömu slóðir og við vorum fyrir árið síðan þegar við vorum að gera fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Þannig að þetta er svona, hér er svona glæra lykiltölur, ég ætla svo sem þetta stendur allt í reikningnum. Það er bara að vekja athygli á svona því við varum að gera að eins og ég hef gert hérna, sko, að framlegðin hún er að detta úr 11,5% niður í tæp 5%, þar sé 11,5% árið 2019 í tæp 5% árið 2021 og sama með veltu fyrir frá rekstri, það var 10% árið jákvætt 10% árið 2019, 10% af tekjum og það er komið niður fyrir 4% á árinu 2021. Þannig auðvitað viljum við sjá þessar tölur eins og þær eru þarna fyrir 2020 og 2021 herri. Það er ekki launning á því en það myndi þá þýða, eins og ég nefndi hér áðan, að það þyrfti að gera verulega breytingar á rekstri sveitarfélagsins og að hagræða og minnka þjónustustig að þetta ná því. Og það er með sko stefnumörkun þessarar fjárhagsáætlunar að halda sjó og halda áfram þeim umbótaverkefnum sem við höfum verið í, en svo sem ekki að bæta neinum nýjum við, þannig að halda sjó og halda úti þeirri þjónustu og þeirri stefnumörkun sem að mótuð hefur verið. Og eins og ég nefndi hér áðan að þá hefur þetta áhrif á skuldaviðmiðið, að það hækkar sem hefur svo sem verið markmið að lækka. En það er náttúrulega orðin viðsnúningar á því. Og að lokum, hérna ég vil blaði yfir fjárfestingar í varanlegu og rekstrarfjármunum, það er að segja einhverjar fjárfestingar. Það er ekki að fara heldur yfir þetta í smáatriðum, en nefna hérna nokkra tölur. Það hefur verið að gera ráð fyrir því að eyða töluverðum fjármunum á árinu 2021 í endurbætur á Varmárskóla
og halda því í raun og vera áfram árin 2022 til 2024. Stærsta einstaka framkvæmdin í ár að sjálfsögðu Helgafellsskóli. Það gert ráð fyrir því að í Helgafellsskóla fari 1250 milljónir og að hann verði þá tilbúinn 1. til 4. áfangi verði þá allir tilbúnir í næsta haust og orðinn heildstæður leik- og grunnskóli eins og ég nefndi hér áðan. Ég ætla að vekja hér athygli á lið sem heitir ný kennsluaðstaða. Það nú ekki verið að tala stóra tölur í því árin 2021 en það hins vegar verið að tala töluvera fjármuni 2022 til 2024 eða 900 milljónir. Og stærsta talan í þessu væri þá bygging nýs leikskóla sem að bæjarráð samþykkti nýverið að hefja undirbúning á og stefnt að því að hann geti verið tekinn í notkun að minnsta hluta til haustið 2023. Því að leikskólabörnum fjölgar í bænum, líka bæði vegna þess að íbúum fjölgar mjög hratt og líka vegna þess að við erum að fjölga þeim börnum sem við erum að veita þjónustu, þar sem við erum að bæta raunverulega einum árgangi við á þjónustu sem hefur verið hérna undanfarin ár. Og þjónustu ekki bara 2 til 5 ára börn heldur til 1 til 5 ára börn. Og það þýðir náttúrulega líka sjálfsögðu fleiri leikskólapláss. Og við erum að hafa síðan í íþróttamálunum erum við að gera ráð fyrir áframhaldandi endurbótum á íþróttamiðstöðina á Varmá. Það er svo sem ekki búið að taka neinar endanlegar ákvarðanir hvað það verður árið 2022 til 2024. Þetta hús sem að þarfnast bara endurbóta í sífellu og gert ráð fyrir töluverðum fjármunum í það. Og síðan líka verið að gera ráð fyrir nýjum framkvæmdum við Varmárvelli. Það er að segja að hann gert ráð fyrir árin 2022 til 2024 700 milljóna framkvæmdum. Það er svo sem heldur ekki búið að taka ákvörðun hvað nákvæmlega það verður en það stendur yfir svona stefnumótun milli Mosfellsbæjar og Aftureldingar sem að tekin var ákvörðun að fara í svona forgangsröðun á íþróttamannvirkjum. Þannig að það er held ég að nóg að taka en þarna gert ráð fyrir töluvert miklum eða mjög miklum fjármunum í það að bæta við íþrótta aðstöðu fyrir á Varmársvæðinu. Og svo líka gert ráð fyrir því að Mosfellsbæjar tækja sjálfsögðu þátt í því uppbyggingarstarfi sem var varðandi skíðasvæðin í Bláfjöllum og Skólafell. Það er gert ráð fyrir því að halda áfram að gera hlégarði til góða og síðan erum við náttúrulega í gatnagerð og fáum gatnagerðargjöld en síðan líka vil ég nefna að fjármunir töluverðir 50 til 60 milljónir á þessu árabili í samgöngusáttmálann sem var gerður hér í fyrra á sveitarfélögunum og höfuðborgarsvæðinu og ríkisvaldinu. Okkar hlutdeild í honum og svo það hér fjárfestingar í veitunum sem að ég ætla ekki að tíunda því sérstaklega en snúast nú kannski fyrst og fremst bara innviði sem nauðsynlegir eru í stækkandi bæ. Þannig að við erum að gera ráð fyrir því að fjárfestum árið 2021 nettó fyrir 1940 milljónir og fjárfestingin árið 2022 til 2024 verður svona 13-1400 milljónir. En það er náttúrulega stefnumarkandi tölur, hin er bindandi. Þannig að þetta eru svona þau atriði sem við langarum að fara hérna yfir bara til að innleiða þessa fjárhagsáætlun og það hefur verið óvenju erfitt eðli málsins samkvæmt að koma saman fjárhagsáætlun núna. Það minnir svolítið á ástandið fyrir 12 árum síðan þegar við þurftum að skipta hest í miðri á þegar bankahrunið var. Þó allt öðruvísi samt, en samt sem áður svona mikið tekjufall og miklar breytingar á mjög skömmum tíma svona forsendur fjárhagsáætlunargerðarinnar. Og það hefur að sjálfsögðu reynt á okkar starfsmenn, það hefur verið átak að koma þessu saman, en ég verð bara að segja það alveg frá einstu hjartarótum að mér finnst að okkar starfsfólk, okkar forstöðumenn, okkar framkvæmdastjórar, fjármáladeildin og aðrir sem hafa komið að þessari fjárhagsáætlun hafa sýnt einstaka eljusemi og einurð og stilling á ástandinu við að koma þessu saman. Það hafa allir lagst á árarnar við að gera þetta þannig úr garði að við séum
að passa upp á skattféð sem okkur falið að varðveita, þessi skattféð íbúðan okkar, gera það á sem hagkvæmastan hátt, gera sem mestur hverju krónu, þannig að skaðinn verði sem allra minnst. Auðvitað skaði, hann töluverður, en svona mér finnst að okkar fólk og við höfum staðið okkur mjög vel í því að reyna að lágmarka þann skaða eins og kostur og mig langar að færa öllu þessu fólki innilegar þakklætiskveðjur fyrir þá miklu vinnu sem hefur lögð í þessa áætlun og líka ykkur kjörnum fulltrúum fyrir að bæjarstjórnar fólki fyrir að sýna þessu verkefni. Mér finnst það sýnt í mjög góðan og mikil skilning. Við höfum átt ágætisfundi, svona vinnufundi og við höfum fundið líka í bæjarráði ástandið og þær aðstæður sem við erum í og ég bara fundið fyrir miklum skilningi og það hefur án efa auðveldað vinnuna til mikillar muna að okkar starfsfólk hefur fundið svona samstöðu því að reyna að takast á við þetta verkefni á sem skynsamlegastan hátt. Og með þeim orðum þá legg ég þessa fjárhagsáætlun hérna inn til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Já, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð. Þetta sem sagt fyrri umræða. Ég vil líka taka undir þakkir til starfsfólksins sem hefur sýnt hérna bara mikið þolgæði og skilning til þess að landa þessu. En nú hefjast umræður, fyrri umræða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar, eins og það heitir, og það einn kominn hérna mælendaskrá, Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi. Þú beðið orðið. Gjör svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir. Já, ég vil þakka starfsfólki fyrir velunni störf og þá vinnu sem að þau lagt á sig við að koma þessu til okkar og kynna þetta fyrir okkur á sérstökum fundi. Ég þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð og vil kannski ekki fara núna í mikið af smáatriðum þó ég hafi nokkrar spurningar. Í fyrsta lagi þá fannst mér vel við hæfi áður en þetta mál fór svona af stað í haust að það var haldinn fundur og leita leiða af hálfu bæjarstjóra að mynda ramma sem að fulltrúum og starfsmönnum bæjarins var falið að fylgja, að fá frelsi til þess að leita lausna með þeim formerkjum að veltufé frá rekstri myndi haldast á ákveðnu bili. Og þessi vinna hefur tekist vel, ég hefur skoðað það og þetta hefur tekist vel og bara hreint með ólíkindum hvernig starfsmenn hafa náð að ramma þetta þarna inn í þessa tölu. En ég ætla að impra á spurningum sem að ég legg ekki áherslu á að fá svarað núna. Eitthvað spurningum mun ég væntanlega senda beint á fulltrúa okkar og framkvæmdastjóra í viðkomandi sviði eða þá fjármálastjóra þá væntanlega líka. En það sem mér sérstaklega umhugað næmni þessarar áætlunar þá sérstaklega út frá verðlagshorfum. Við vitum að þetta getur brugðist til beggja vona og það eru margir óþreyjufullir að koma efnahagslífinu af stað og það sem ég hef óttast sérstaklega í því efni að það fari saman bæði opinberar framkvæmdir og uppsveifla á almenna markaðnum sem að geti breytt þessum forsendum sem eru held ég algjörlega krúsíal bæði varðandi lán og annað slíkt í áætlunni. Það sem sé þessi 2,4% áformun inn í svona einhverju litlu bili af verðlagshækkunum til 2024 og næmnin þar á stærsta áhættuliðin í þessu sem eru fjármagnsgjöldin.
Ég nú einhvern tímann innbrað þessu áður, en samkvæmt því sem ég sé hérna, að þá munu fjármagnsgjöldin bara vegna þeirra lána sem að fjármagnskostnaður, vaxtagjöld bæjarins hækka talsvert þrátt fyrir þessi 2,4% bara vegna þess að það verið að fjármagna. Ég sé einnig að það hafa í gegnum árin verið fjármagnaðir jafnvel með nýjum lánum vextir sem að hafa fallið til. Þannig að spurningi mín til bæjarstjóra hvort að hann viti þessa næmni í þessu og af því að nefndi óvissuna, þar sem að hvort að sé möguleiki að fá fyrir síðar umræðu eitthvað þessa næmni á þennan lið. Ég tel þetta vega mjög þungt, svo annan stað, sú áætlun sem hér lögð fram miðar við eitthvað af lækkun frá jöfnunarsjóðnum. Þá spurningin mín til bæjarstjóra, sú lækkun sem þar sett inn raunlækkun miðað við það áætlun sjóðsins að draga úr framlögum hingað? Það bara hvort þetta sé einhver spá frá okkur eða hvort þetta byggist á einhverju staðfestum gögnum áform sem að við vitum að að gerast í þessu hluta tekjustofnsins. Ég ætla nú ekki að fara lengra í þetta núna og bara legg þessar tvær spurningar fram og það má þess vegna bíða þessa eftir þennan fund vegna þess að ef það ekki erfitt að svara þá skil ég það. Annars takk fyrir. Já, þetta sé ágætt að hafa þann háttinn á. Bæjarfulltrúar var að beina spurningu til bæjarstjóra og fleiri vilja spyrja bæjarstjóra. Það nú reyndar enginn búinn að biðja orðið, en einhver aðeins þá. Stefán Ómar Jónsson, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar, bæjarfulltrúi. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég bara þakka fyrir þessa yfirferð, ágætt. Við vorum svo sem búin að fara yfir þetta áður bæði í bæjarráði og vinnufundum, en ágætt að skauta yfir þetta svona. Og ég vil líka taka undir þakkir til starfsmannanna fyrir þeirra framlag til þessara fjárhagsáætlunar eins og undanfarin ár. Það hefur alltaf verið til sóma. Það er líka rétt sem kom fram hjá bæjarstjóra að við sammæltustum það á fundi daginn bæjarfulltrúar að reyna að haga rammanum þannig til og gefa það signal til starfsmannanna að reyna að ná í ákvæðri að veltufé frá rekstri yrði jákvætt og sem allra mest. Þannig að við þurftum ekki að fara að taka lán fyrir franskbrauð og mjólk eins og maður kannski geti orðað og það náðist ágætlega. Og það líka rétt sem fram kom að við höfum lent í þessu áður og þá þurftum við að gera kannski svipað núna að fara í svona innri endurskoðun á öllu dótinu og það tókst alveg bærilega. Þannig að ég ekki að segja að þetta sé gott að við lendum í þessu en þetta auðvitað eitthvað sem við eigum og þurfum að gera bara alltaf að hámarka náttúrulega passa reksturinn, hámarka það sem við fáum frá rekstrinum að sjálfsögðu. En það liggur fyrir að við þurfum að fara í lántökur og allverulegar á náttúrulega komandi ári og við þurftum að vera í nokkrum lántökum á þessu ári út af framkvæmdum og þannig það. Þannig að þá vaksa náttúrulega vaxtaútgjöldin og þetta allt saman, þetta helst í hendur því miður. En ég ætla ekki að hafa mörg orð þetta forseti í þessari atriðinu, nema bara ég vildi koma að þessum þökkum til starfsmanna, þeir hafa verið við hliðina á okkur og veitt okkur upplýsingar og bara mjög gott, þannig að bara þakka þeim fyrir það. Takk. Já,
Við heldum áfram með mældaskrána. Það eru 3 bæjarfulltrúar núna á mældarskrá og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk fyrir forseti. Já, þetta eru náttúrulega sérkennilegir tímar, ef að hægt er að orða það þannig. Þetta eru og það er rétt sem hér hefur komið fram að í aðdraganda þessara fjárhagsáætlana þá komst á samkomulag það að bæjarfulltrúar myndu reyna að standa saman að þeirri fjárhagsáætlun sem við horfum nú hér, tökum nú hér til fyrstu umræðu. Það sem ég vildi segja sko fjárhagsáætlunina að það er náttúrulega ljós bara eins og kom fram í máli bæjarstjóra áðan þegar bara er litið á það að það er 800 milljón króna viðsnúningur frá áætlun árið 2020 og það segir bara mjög stóra sögu það hvað frammi fyrir hverju við stöndum og þegar að svona erfiðleikar steðja að eins og við stöndum frammi fyrir núna þá skiptir náttúrulega máli að fólk standi saman og ég vil koma því á framfæri að mér finnst við sem að sitjum ekki við meirihlutaborðið í þessari bæjarstjórn, mér finnst okkur hafa verið haldið vel upplýstum þá vinnu sem að embættismenn og forstöðumenn stofnana hafa unnið. Auðvitað má alltaf segja að það hefði mátt koma með einhver upplýsingar fyrr og allt þess að ég held að þeir eru uppi staðið að þá hafi starfsmenn bæjarins gert sitt allra besta til þess að hafa okkur að veita okkur öllum þær upplýsingar sem beðið var á sem skemmstum tíma eða eins ört og hægt var. Þannig að ég tek undir þær þakkir sem hér hafa verið bornar fram til framkvæmdastjóra og ekki síður forstöðumanna stofnana því að þetta er mikil vinna sem að starfsfólki leggur í það að búa til fjárhagsáætlun alltaf og örugglega enn meiri vinna þegar við stöndum frammi fyrir aðstæðum eins og við stöndum frammi fyrir í dag þar sem tekið að dragast saman og við þurfum og það sem er sérstaklega ánægjulegt að bæjarstjórn Mosfellsbæjar, hún stendur saman það að reyna að verja þjónustuna við íbúana. Það er það sem að mikilvægasta hlutverk sveitarfélagsins það að halda vel utan um sína íbúa, velferðarþjónustan öllsömul og það er þakkavert að það er samstaða það. Það kallar á auknar lántökur og ég sem sagt er bara að lýsa ánægju minni með þá samstöðu sem hér hefur ríkt varðandi það að standa vörð þjónustu bæjarins til bæjarbúa. Og já, ég held ég hafi ekki fleiri orðum að þessu sinni. Takk. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Fyrir aðeins koma upp undir þessari dagskrárlið fjárhagsáætlunina og ég vil eiginlega bara taka undir það sem að síðasti ræðumaður sagði varðandi það að hvernig hefur tekist að okkur muni mögulega takast að verja þjónustuna sem að við þurfum og eigum að veita hér í þessu sveitarfélagi. Og það sem ég kannski ánægðist með núna þegar við stöndum frammi fyrir þessum erfiðleikum enn og aftur og erum örugglega ekki mörg okkar búin að gleyma hvernig þetta var síðast og vitum hvað það er mikilvægt að standa saman við gerð þessarar fjárhagsáætlunar og standa vörð þjónustuna, standa vörð skólana. Það sem við eiginlega samt sem áður öðruvísi núna en síðast það að nú hefur náttúrulega fólkinu fjölgað í bænum og við erum með ungt samfélag. Mosfellsbær ungt samfélag og við erum að byggja upp skóla og leikskóla og það kostar að sjálfsögðu og hingað hefur mikill fjöldi fólks flutt með ung börn og það kostar að veita þá þjónustu og ég sem formaður fræðslunefndar náttúrulega mjög ánægð með það að við skulum geta, við sem bæjarstjórn, haldið hér utan skólan okkar og haldið áfram að byggja upp og haldið áfram að
við höfum öll hug á því að halda áfram endurbótum, halda áfram með okkar gömlu skólabyggingar, eins og Varmárskóla og Brúaland sem hafa þurft miklar endurbætur. Þannig að ég held að það sýni þá bara metnað þessara bæjarstjórnar ef að þessi áætlun verður samþykkt svona og það áttur að fara kannski taka einhverjum breytingum, en ég sé hverjar áherslurnar eru og við erum öll samtaka það að við ætlum að halda áfram að byggja hér upp góða þjónustu, að standa vörð þjónustuna og halda utan okkar yngsta hóp, og ég held að veit ekki af því núna á þessum tíma, sérstaklega hvað varðar velferðarþjónustuna, að virkilega fara að skoða ofan í það hvað við getum gert betur þar. Og ég vil þá bara nefna eins og forvarnamálin og það er ýmislegt þar og barnaverndina sem við þurfum kannski bara að fara svolítið að slá í klárinn og gera betur. Ég ætla bara að fá að segja það núna. Því þetta bara mál og einhver sagði að þetta veri mjúkumálin. Ég bara á því að þetta eru bara okkar langstærstu mál. Það að halda velferðarmálunum í hverju sveitarfélagi út fyrir sig bara, það okkar verkefni að hafa það í lagi. Og ef að þessi mál ekki í lagi, þá ekki allt í lagi hjá okkur. Þannig það bara ýmislegt sem að kraumar undir sem við þurfum bara líka að fara að laga. Þannig að ég bara mjög ánægð við það að við erum ætlum að hafa þennan fókus og við erum að halda áfram að byggja upp og við erum með að halda áfram að byggja, við horfum á Blikastaðalandið og alls konar og byggja upp miðbæinn og allt það. En sko velferðarmálin, þjónustan og það sem skiptir máli, það er sem einhver orðað það að sé þessu mjúkumál sem að mér finnst kannski ekki alveg rétt að tala lengur sem mjúkumálin. Þetta eru stóru málin okkar. Ef þau eru í lagi, þá bæjarfélagið og sveitarfélagið í lagi. Og ég mun aldrei sleppa að horfa fram hjá þeim fókus, eða mun ávallt hafa þann fókus á mínum gleraugum að horfa í þessi mál. Og þetta bara, held ég að við þurfum að öll sem heild að aldrei að hafa augun af skóla og velferðarmálum. Takk fyrir. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Gjörðu svo vel, Lovísa. Takk fyrir. Já, ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Kolbrúnu. Ég vil freka búa í mjúku samfélagi en hörðu. Það við erum mjúkar konurnar í bæjarstjórn. Við heldum við saminust þetta. Ég ætla að byrja á því að fá að þakka sérstaklega starfsfólkinu fyrir þessa vinnu. Þetta mikil vinna og það voru svo margir óvissuþættir langt framan af sem að gera það að verkum að þetta þurfti að vinnast kannski öðruvísi heldur en hefur verið undanfarin ár. Ég ætla líka að taka undir það sem hefur búið að segja samstarfið í þessu verkefni. Ég myndi segja að þetta vinnufyrirkomulag sem hefur verið viðhaft núna sé til mikils batnaðar. Það geta sameinast þarna ákveðna grunnþætti sem eru síðan að leiðarljósi fyrir embættismennina okkar og allt starfsfólk í þeirra vinnu. Þetta bara jók gagnsæi og þetta stuðla auknu jafnræði meðal allra kjörinna fulltrúa. Og þetta gerir það að verkum og það miklu meiri sátt og ró yfir þessari vinnu sem náttúrulega mikilvægasta vinnan sem við förum í sem bæjarfulltrúar. Og það að við getum unnið að þessu í sameiningu til batnaðar fyrir alla bæjarbúa. Og ég ætla bara að vona það að þessi reynsla hinga til, við höfum hana í sarpinum á næsta ári og getum vonandi haldið þessu áfram. Því að reynslan frá öðrum bæjarfélögum hefur sýnt að svona samvinna hefur verið góða og nú erum við allavega að stíga gott skref í áttina að því og ég ætla bara að vona það að okkur beri gæfu til þess að muna eftir þessu ári síðan. Við þurfum ekki alltaf að vera í krísu til þess að standa saman. Já, og ætla ég aftur bara ítreka þakkir til starfsmanna því að þau bara hitan á þungan af þessu og að upplýsa okkur. Það var bara mjög góður upplýsingafundurinn og að geta leita til þeirra og við höfum örugglega eftir að gera það núna milli umræðna og þannig að bara fyrirfram þakkir. Ég ætla ekki að hafa lengra. Nei, þá vil ég gefa bæjarstjóra Haraldi Sverrissyni orðið. Það var spurningu beint til bæjarstjóra, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, ef þú myndir vilja bregðast við því núna, bæjarstjóri. Já, forseti, ég var að leita músinni til þess að
geta sett ljóðið á mig og tínin í einhverjum skjölum, en fann hana sem betur fer. Já, Sveinn Óskar var að velta fyrir sér næmni og áhrifum eins og í skildan, sko, hvað með ef að verðbólga verður hærri og slíkir hlutir. Sko, það náttúrulega þannig að auðvitað hefur sko verðbólga heilmikil áhrif á skuldastöðu sveitarfélagsins. Hún hefur kannski ekki beinlínis áhrif á rekstrarhæfi þess sko til einhverjar, það er að segja vegna skulda til einhvers skamms tíma, en auðvitað til langs tíma gerir hún það. En verðbólga mun að sjálfsögðu líka væntanlega hafa áhrif á annan kostnað sveitarfélagsins, en varðandi skuldirnar, þá það þannig samkvæmt efnahagsreikningi sem fylgir með þessari fjárhagsáætlun, og þá er gert ráð fyrir því að skuldir við lánastofnanir í árslok árið 2020 verði tæpir 12 milljarðar. Gerir ráð fyrir því að stór partur af þessum skuldum séu verðtryggðar, og þá er ekkert mjög flókið að reikna það út sko, að ef verðbólgustig eykst 1%, þá hækkar skuldirnar 100 til 120 milljónir, cirka bát. Og ef verðbólga verður 5% hærri en áætlað þá verður það einhverjar 500 milljónir sem að skuldirnar þá hækka. Og vegna þess að verðbæturnar hækka, en þær koma hins vegar ekki til greiðslu fyrir en þá jafnt og þétt með láninu. Þannig að það mun ekki sko hafa áhrif á greiðsluhæfi sveitarfélagsins til skamstíma, en auðvitað með viðvarandi verðbólgu í einhver ár, skiljiði, þá mun það sjálfsögðu hafa mikil áhrif, ekki bara á þetta sveitarfélag, heldur allt samfélagið og heimilin og slíkt, þannig að við skulum vona að það gerist nú ekki, og það er engin sérstök teikn það að samkvæmt þeim sem eru þykjast vita þróun hagkerfisins að verðbólga muni á einhverjum verða eitthvað mjög há. Frekar við að tala frekar lága verðbólgu, en þó einhverja. Og þannig að það er svona, varðandi vextina, svo er hitt að vaxtakjörin, það er mikill munur á þeim, til dæmis núna í þessari kreppu, heldur en var í bankakreppunni árið 2008, þá vorum við að fjármagna, bærinn að fjármagna sig sko með verðtryggðum vöxtum með rúmlega 6%, með verðtryggingum með rúmlega 6% vöxtum, sem er náttúrulega mjög háur, og verðbólgan var líka töluvert há, þannig að nafnvextir gátu verið alveg töluvert yfir 10% á því sem var verið að fjármagna sig á þeim tíma. Við erum að segja raunvextir, verðbólgan pluss vextirnir á lánunum. Og í dag eru vaxtakjörin allt önnur. Við vorum að fjármagna okkur síðast vorum að fyrir bæjarráðið fyrir hálfum mánuði var samþykkt lántaka frá lánasjóði sveitarfélaga upp á 500 milljónir með vaxtakjörunum 1,4 pluss verðtrygging. Við erum að undirbúa núna fjármálastjóri tillögu að 600 milljóna króna lántöku, sko, kjörin séu 1,38. Þannig að þetta er náttúrulega allt önnur kjör heldur en var, og til lengri tíma litið mun það að sjálfsögðu lækka vaxtakostnað sveitarfélagsins. En við þurfum kannski aðeins að gera greinarmun á vaxtakostnaði og verðbótakostnaði, það er að segja kostnaði sem hlýst af verðtryggingu lánanna okkar. Því að við þurfum ekki að greiða það út úr okkar rekstri fyrir svona nema jöfnum hlutvöllum með afborganar af þeim lánum. Þannig að sko sveitarfélagið þolir alveg
mínu viti eitthvað smá verðbólgu skot, en það muni samfélagið náttúrulega þolir það ekkert ef að verðbólga hér fer úr böndunum og ég bara trúi því ekki að það gerist og það náttúrulega allra mesta meinið sem við myndum nokkurn tíma geta lent í, sérstaklega miðað við þær aðstæður sem við erum í núna, með hátt atvinnuleysisstig, bara sögulega háa atvinnuleysisstig og það kemur verðbólga ofan í það. Það er verstu kreppur sem að geta komið, en það er engin að spá því. En ég vonandi gefið samt einhverja mynd af því hvaða afleiðingar það hefur fyrir sveitarfélagið ef verðbólga hækkar eða verðlag hækkar. En þetta náttúrulega þýðir það og það er kannski það er kannski svona augljósasta afleiðingin af þessu að við erum ekki lengur, eins og ég nefndi hér áðan, að fjármagna okkar framkvæmdir með góðu hlutfalli úr rekstrinum. Það er að segja að reksturinn ekki að skila nægilega miklu fé inn á bankabókina okkar til þess að geta fjármagna hluta af fjárfestingum. Og það þýðir náttúrulega að við erum að taka miklu meiri lán og þess vegna vorum við að taka 3,5 milljarða láni árið 2020 þegar við áætluðum 2 milljarða. Það er 1,5 milljarður í viðbót. Og það er töluvert hlutfall af þessum 12 milljörðum sem við skuldum. Og við erum áætlað að taka 3 milljarða árinu 2021 þegar að við erum að hefðum svona, ef árferð hefði verið eins, kannski verið að tala 1,5 milljarð. Þannig þetta er svona 1,5 milljarður á ári meðan við erum í þessum fjárfestingum og fjárfestingarnir eru nauðsynlegar meðan að okkur fjölgar svona. Þannig að það er kannski það sem að er fljótast að svona verða til vandræða og þess vegna hef ég nú haldið því fram að það sé hag stjórnarlegra skynsamlegra að ríkisvaldið hjálpi til með sveitarfélögunum með þetta ástand, með framlögum vegna falls í tekjum. Af því að ríkisvaldið hefur betri tæki bæði í sínu rekstri og peningamarkaðsaðgerðum og fleiru til þess að bregðast við því. En það er svo allt önnur ræða og kallar á eiginlega annan fund. Þannig að það er með þessum hætti. Síðan var það í jöfnunarsjóðinn. Jöfnunarsjóðurinn, tekjur jöfnunarsjóðs endurspeglast af tekjum landsmanna, það er að segja tekjuskattshlutfall, tekjuskattshlutfallinu sem fer í jöfnunarsjóð og þegar það lækkar, þá lækkar tekjur jöfnunarsjóðs og þessi áætlun sem birtist í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar er áætlun frá jöfnunarsjóði sem við byggjum hann á áætlun frá þeim og þá að teknu tilliti til þeirra viðbóta sem að ríkisstjórnin setti í jöfnunarsjóð til þess að reyna að koma til móts við tekjufall sjóðsins vegna lækkandi tekna í samfélaginu. Þannig að þetta er ekki áætlun sem að byggir á gögnum eða áætlun jöfnunarsjóðs sjálfs. Hvað var það okkur? Þannig að vonandi verður hún ekki verri heldur en þarna sem þetta kemur fram. Ég vona að þetta svari einhverju leyti spurningunum. Ef bæjarfulltrúinn vill fá eitthvað frekar þetta, þá var nú kannski gott að fá það bara skriflegt og við getum svarað því með þeim hætti. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú beðið aftur orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir þetta. Ég þakka bæjarstjóranum fyrir þetta. Þetta svarar miklu og markmiðið nú var líka að koma þessu framfæri að nefnin fyrir verðlaginu er ekki mikið meðal annars vegna hvað stabbin lánastabbin er það stór í verðtryggðum eignum, lánum. Nú, já, þetta svarar spurningunni og ég reikna með að senda frá mér erindi út á ákveðnum gjaldaþáttum þarna og ég mun að gera það skriflega. Takk fyrir. Já, nú komum við að því að afgreiða þetta mál, það er engin frekar á mælendaskránni, það er sem sagt þetta er fyrri umræða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021 til 2024. Við þurfum sem sagt að það er lagt til að síðari umræða verði 9. desember
á næsta bæjarstjórnarfundi og ég ber það upp atkvæða að þeir sem eru samþykki því eru bennir að tjá sig já, á spjallinu. Og já, afgreiðslan hafin. Það eru 9 sem segja já. Svo minni ég á það á milli umræðnanna á þessu 2 vikum þá þarf að samkvæmt samþykktu bæjarins að kynna áætlunina í viðkomandi nefndum bæjarins. Það er að segja það er atriði sem snúa viðkomandi sviði. En það er nú verið hér kastað upp á spjallið að taka smá fundahlé og það er nú gamall og góður siður að taka hlé. Það er nú reyndar verið þá lengri umræða venjulega. Þetta gekk frekar snögglega fyrir sig en við skulum taka fundahlé núna. 10 mínútur. Já, ágætu bæjarfulltrúar, við hefjum þá fund á 9. Við erum búin að vísa fjárhagsáætluninni til seinni umræðu og næst liggur fyrir að ræða hér fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það eru 2 alltaf að segja. 12. nóvember var fyrri fundurinn haldinn. Það var fundur númer 1465 og þar voru 8 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Við ykkur að melda ykkur inn á spjallinu ef þið kjósið að taka til máls. Svo virðist ekki vera og þá er umræðum lokið og þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð. Þeir sem staðfesta hana eru beinir að skrifa já á spjallið. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Það er tíðarlega vika, það kemur alltaf aftur 50 og 50 19. nóvember þá var haldinn fundur aftur í bæjarráði Mosfellsbæjar, fundur númer 1466. Þar voru 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þar. Það kveður sig engin hljóðs hér á spjallinu og jú, það er bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, ég ætla að fá að taka til máls. Bíddu nú við. Undir lið 646 tillaga til þingsályktunar um aðgerðir sveitarfélaga vegna COVID beiðni um umsögn. Þarna lá fyrir þingsályktunartillaga sem var send til umsagnar og eins og titillinn gefur til kynna að þarna verið að ræða um aðgerðir sveitarfélaga aðgerðir í þágu sveitarfélagana vegna heimsfaraldursins. Afgreiðsla bæjarráðs var sú að fela bæjarstjóra að ræða þessa þingsályktunartillögu á vettvangi SSH enda hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sameinast á vettvangi SSH í vinnu sinni og aðgerðum til þess að reyna að fá aukinn skilning hjá ríkisvaldinu þarfir sveitarfélagana varðandi viðbrögð við þessum heimsfaraldri. Og þetta var bara ágætis afgreiðsla miðað við hvernig að þessum málum hefur verið staðið. Það er að segja þarna að vettvangur SSH hefur verið nýttur til þess arna og ég ætla bara að fá að leggja fram smá bókun við þetta mál og á ég að líma hana inn á spjallið eða? Jú, það var langfæst. Afrita mig hérna hjá mér. Þetta er að koma hérna.
Og les ég hana þá eða hvernig virkar það? Forseti lesa hana. Forseti lesa hana. Komið það inn hérna eða? Nei, ekki komið. Af hverju tekst mér ekki að sjá? Passa að senda hana á það sem er kallað everyone hér. Já, nú er ég búin að afrita hérna og þá ætla ég að núna líklega kemur eitthvað, er það ekki? Jú. Hérna, já, ég lesa hana þá eftir, ég kannski bara réttast að ljúka umræðum með þetta mál og svo mun ég bara lesa hana. Það er einn bæjarfulltrúi Kolbrún, þú vildir ræða þetta mál? Nei, ekki þetta mál. Nei, hún hristir höfuðið, Kolbrún. Nei, ég ætla að koma upp undir öðru máli. Já, heyrðu, það er engin hvart sem frekar hljóðs þetta mál sem bæjarfulltrúi Hanna Sigríður var að ræða. Ég ætla að lesa það. Það var sem sagt tillaga til þingsályktunar aðgerðir sveitarfélaga vegna COVID beiðni umsögn. Og þess að kom fram hjá bæjarfulltrúi Hannu Sigríður þá var það samþykkt með 3 ákvörðunarfélag bæjarstjóra að ræða málið á vettvangi SSH. Fyrirgefðu forseti, mér sýnist þetta hafa komið tvöfalt þarna inn af því ég var í vandræðum með að líma þetta. Já. Og ég reyni einu sinni enn, þannig að þú hafðir örugglega réttan text að lesa. Er þetta ekki sami textinn? Jú, já, það bara endur á réttum stað, sko. Þú lest, en ég stoppaði það bara. Já. Þá les forseti upp bókun frá bæjarfulltrúa Östlista undir þessu máli með 6. Hvað orðið? Varstu búin að biðja orðið Sveinn Óskar þetta mál? Já, ég var að kalla eftir því áðan. Það er ágætt að klára það áður en við les bókunna, en gjörðu svo vel að ég ætla að hinkra þá að lesa bókun Östlista. Gjörðu svo vel þetta mál. Já, takk fyrir. Svona til upplýsingar, þá var það þetta þingsályktunartillögu nokkra þingmanna. Eins og stendur hér í tillögunni þá með leyfi forseta, þá er þetta Logi Einarsson, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Tórsson, Helga Vala Helgadóttir og Oddný Harðardóttir. Og það er ekkert undarlegt að fulltrúi Samfylkingarinnar hingað hérna í þessu bæjarfélagi sé að mæla þessu bót, þessari þingsályktunartillögu. En hún gengur í raun og veru út að skera Samfylkingun úr snörunni í Reykjavík meðal annars, þar sem allt er orðið skuldum vafið og útsvarsstofninn er komin upp í útsvarsprósenta er í toppi og hún var nú að mæla fyrir því áðan að hafa hérna í Mosfellsbæ líka útsvarsprósentunni í botni og þetta er náttúrulega tillaga sem gengur út á annað mál sem að snýra beiðni frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu að ríki fjármagni sig á meðan að þeir sjálfur ekki að fullnýta heimildir sínar meðal annars útvarpsstofna og fasteignastofna og þá biðja þeir ríkið að fjármagna sig. Sko, það verður að horfa til þess, þó að við viljum hafa skatta hóflega, að þessi þingsályktunartillaga mun vissulega, ef að verður af að ríkið fjármagni orðið sveitarfélögin, eins og meðal annars hefur kallað frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, þá erum við að tala um það að það finnst mér, og ég held að fjármálaráðherra finnst það líka, mjög óeðlilegt og meðan að sveitarfélög ekki að nýta sína eigin skattstofn. Og ég skil það að Reykjavík er komin upp í vegg, því að það er nánast allt uppuriði á kostum þar í boði, eða fjármagna þau. Og þetta er bara sko bjarnagreiði, eins og ég hef sagt áður, að pína ríkið í að taka fé þaðan úr meðal annars félagslegum málum þar til þess að fjármagna sveitarfélög sem hafa ekki nýtt skattstofna sína. Svo þau geti sýnt betri kost eða betri bækur fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Þannig að ég vil bara fá tækifæri forseti til þess að senda inn stuttabókun og lýsi yfir því að þetta er svona bruðlstefna vinstrimanna og þetta er til að skera Dag B. Eggertsson og félaga úr snörunni í Reykjavík.
Já, Forseti, fyrirgefðu, forseti, að því ég var í vandræðum með límitinn og þetta rann allt saman, ég er búin að setja aftur inn. Núna er hún alveg rétt. Takk fyrir. Já, fínt er. Ég vil gefa orðið laust áfram að því að kom hérna bæjarfulltrúi Sveinn Óskar og vil klára sem sagt umræðuna og svo ætla ég að lesa bókanir. En það hefur enginn beðið orðið og þá umræðun lokið. Svo það sé alveg skýrt en það hér bókun frá bæjarfulltrúa S-lista og síðan kemur hér bókun frá M-lista á eftir. Svona bókun frá bæjarfulltrúa S-lista þetta 7. mál. Eins og fram hefur komið hefur yfirstandandi COVID-kreppa haft mikil áhrif á fjárhag sveitarfélaga og getu þeirra til að halda uppi nærþjónustu nema með niðurskurði eða aukinni lántöku. Ríkisvaldi hefur ekki stigið inn af þeim krafti sem nauðsynlegur og ljóst að aðgerðir og viðbótarframlög ríkisins hingað til nægja ekki til að verja velferð almennings og skapa störf. Hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu unnið í samstarfi að því að þrýsta á ríkisvaldið í þessu máli og því við hæfi að bæjarráð hafi falið bæjarstjóra að ræða tillöguna á þeim vettvangi og að hann kynni bæjarráði niðurstöðu þeirrar umræðu. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa S-lista. Nú sér ég Guðnadóttur. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú ert ekki búin að setja bókunin eða? Það bara stendur bókun M-lista, það ekki komið bókun frá þér. Þetta inn, forseti. Það þetta inn. Já, við hingrum aðeins. Ég var að biðja orðið, forseti. Já, þetta mál. Já, þessa bókun. Já, já, það nú það, já. Það nú best að menn svari bókunum með bókunum. Það best. Að svara bókunum með bókunum af því að umræðan sem slíkar lokið. Ég ætla nú bara að spara mér vinnu því að það hérna niðurlega þessara bókunar það að ég ætti að kynna bæjarráð niðurstöður umræðar. Þetta stóru ekkert mér var ekkert falið það. Ég ætla þá bara að kynna bæjarstjórn niðurstöður umræðar. Já. Heyrðu, kannski við fáum fundarhlé í stað sem vera að tala svona, forseti. Já, eða kannski getum við afgreitt þetta, það ekki bara spurning að það verði sett bæjarstjórn niðurstöður umræðu? Jú, endilega, jú. Mér var bara ekkert falið það verkefni, En mér finnst það bara það liggur náttúrulega bara í orðanna hljóðan þegar hlutir eru sendir svona, þá hlýtur að ég að kynna þá. En það má mér að sásukóli sem að það vera bæjarstjórnar. Já. Ég bið óska eftir fundarhlé hérna. Já, ætla hérna að það hefur beðið fundarhlé og Sveinn Óskar ennþá að gera hérna bókunina og við gerum þá smá fundarhlé. Já, við hefum þá fund á nýðágætu bæjarfulltrúar og erum ennþá að ræða 7. mál í fundargerð bæjarráðs númer 1466. Forseti hefur nú þegar lesið bókun frá bæjarfulltrúa S-lista og nú les hann bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins í Mosfellsbæ, Sveini Óskari Sigurðssyni. Bókun hans svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ vill árétta að þessi þingsályktunartillaga gengur út á að ríkið hendi inn fjárhagslegum björgunarhring, meðal annars til meirihlutans í Reykjavíkurborg, þar sem útsvarsprósenta í hæstu hæðum og borgin skulduvafin vegna vinstrimennsku af versta tagi. Það vekur undrun að sveitarfélög sem hafa ekki nýtt sér skattstofna sína lögum samkvæmt kalli eftir fjármagni frá ríkinu sem hefur úr talsverðum erfiðum málum að ráða. Svona var bókun frá bæjarfulltrúa M-lista. Þetta mál afgreitt á þessum fundi en Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú varst búin að biðja orðið eitthvað annað mál þessari fundargerð. Það ekki rétt? Jú, ég var bara næstum búin að gleyma því að ég var búin að biðja orðið. Já, það er nóg að taka. Þetta var 7 mál á dagskrá. Við erum búin að ræða eitt mál. Já, mér langar aðeins að nefna hérna mál númer 45, nýbyggingu leikskóla í Helgafeldshverfi.
Mér finnst það ávallt ánægjulegt þegar hlutirnir, við rífum hlutina áfram, drífum áfram, eins og það að byggja, að það sé hafinn undirbúningur og umhverfissviði verið falinn undirbúningur að byggingu umhverfissviði og fræðslu-frístundasviði, að hefja undirbúning að byggingu nýs leikskóla í Helgafellshverfi og þetta eru ánægjuleg tíðindi og mikilvægt að við séum að fara að reisa enn eitt skólann í Mosfellsbæ. Þannig að ég vil bara lýsa ánægju minni með þetta og í þessu marga hverfi, þar sem að mesta fjölgun hefur verið og við sem að bæta við öðrum leikskóla er bara ánægjulegt og mjög mikilvægt fyrir alla íbúa. Þannig að ég vildi bara koma upp og fagna því. Það er alltaf gott að koma upp og fagna einhverju. Já, það er vissulega rétt. Einhvern sem vil ræða þetta mál sem bæjarfulltrúi Kolbrúnar var að ræða, nýbygging leikskóla í Helgafellshverfi, mál númer 5. Birtist ekki nafn hér í spjallinu, þannig að ég lít svo á að það mál sé útrætt. Eitthvað sem einhverja öðrum málum sem bæjarfulltrúar vilja ræða, svo virðist ekki vera. Þá göngum við til atkvæða og þessi staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér ef við börnum að jánka því hér í orði á spjallinu. Þetta er komið hér 5. Vantar eitt atkvæði þó? Ég tek 9. Það er 9 atkvæði. 9-0. Þá hefur rætt þessi þverfundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Þá er komið að nefndunum 2. Fyrst þeirra fjölskyldunefnd. Það eru 2 fundargerðir frá nefndum á þessu fundi. En fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar hélt fund númer 299. Það var spennandi að sjá hvað gerir á fundi númer 300. Allavega er það góð tala. 17. nóvember var fundurinn haldinn og ég gef orðið laust og það eru 2 komnir á mælendaskrá. Efstur á blaði er formaður fjölskyldunefndar Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk forseti. Bæjarfulltrúar, mig langar að byrja að ræða mál 1. Tími 1, það er COVID-stöðuskýrsla fjölskyldusviðs. Við höfum rætt hana hér margoft áður og það liggur hér fyrir einn mánuður í viðbót með það sem við sáum síðast og það sem kannski helst athyglisvert með það sem hefur gerst núna eftir að við fórum að fylgjast með þessu frá því að þetta ástand byrjaði hér, þetta sem við köllum COVID. Það er að í október hefur fjölgað tilkynningar til barnaverndar og og síðan hér eins og sést heimilisofbeldi fjölgað úr 6 í 12 með við árið í fyrra. Það er athyglisvert að við höfum verið á svo góðu róli á undanförnum mánuðum og vonandi heldur það áfram að þetta er vissulega sláandi tölur en eins og ég sagt á þá er þetta að koma inn til okkar í hverjum mánuði og hverjum fundi. Þannig að það er mjög þarft að fylgjast með þessu, hvernig staðan er varðandi tilkynningar. Þannig að ég vildi bara einhverja á því, það var svo sem ég vildi ræða þetta mál. Já, það er nefnilega það. Það eru 2 mælendaskrá núna. Haraldur Sverrisson, þú vilt ræða þetta mál, er það ekki rétt? Nei, forseti, ég ætla að ræða Þetta fyrsta mál sem Ég ætla að ræða mál nummer 2. Við skulum athuga með Já, en annars vilt þú ræða mál nummer 1 eða hvað annað? Já,
Já, það sem Rúna var að ræða. Já, þá höldum við að klára það. Gjörðu svo vel, Sigríður. Takk fyrir. Já, þetta náttúrulega sláandi. Það eru að hækka tölurnar hjá okkur, þar sem að, og mjög gott að fá þessar tölur og það skuli vera fylgst svona vel með þessu. Það finnst mér alveg til fyrirmyndar og mjög nauðsynlegt fyrir okkur. En aðalatriði í þessu máli finnst mér nú vera hvað ætlum við að gera? Hvernig ætla bærinn að bregðast við hækkuðum tölum, hver eru viðbrögð bæjarins, hvað ræddi nefndin á sínum fundi þegar var verið að kynna þetta, hver var umræða nefndarinnar viðbrögð bæjarins til þess að viðbrögð og ná utanum vandan eins og kosturinn, og veit ég, þetta náttúrulega ekki alltaf höndum bæjarins, en það er bæjarins að bregðast við og mér langar til að heyra í formanni nefndarinnar hvað helst var þar á góma hjá nefndinni. Já, Rúna Bragi, það var beint spurningu til þín, gjörðu svo vel, svara henni. Já, takk fyrir það, Anna Sigríður. Það sem var auðvitað rætt á þessum fundi og það sem við ræðum við starfsfólk sviðsins auðvitað það að tölurnar sem slíkar auðvitað ekki það sem við viljum sjá, en eins og sviðið höndlar þessi mál, þá höndlaðu hvert einasta mál og tækla, eins og maður myndi segja, að fullri ábyrgð, og þannig að það er tekið á öllum þeim máli sem að þurfa að vera tekið á, þannig að það er engu af slegið þar. Þannig að og öll málin sem að koma í hendur fulltrúa okkar hjá sveitarfélaginu er farið í, þannig að það er engan bilbu á því að finna varðandi það að þeim er sinnt, en síðan eins og þú segir, hvað ætlum við að gera? Auðvitað eru þetta eru viðkvæm mál sem að koma auðvitað inn á borð til sveitarfélagsins sem við viljum ekki fá inn. Þannig að hvernig getum við komið í veg fyrir það síðan að þetta komi inn bara yfir höfuð? Það er síðan aftur á móti önnur spurning sem að kannski var ekki rædd á fundunum, en auðvitað er þetta fylgifiskur sem að við reynum að bregðast við og hverju máli fyrir sig. Það er gert. Já. Anna Sigríður, varstu að biðja aftur orðið þetta mál? Já. Bjarki, forseti, ég var að biðja orðið líka þetta mál núna. Já, fyrir ekki, varstu að biðja orðið þetta mál? Já, núna. Gott og vel, þá ert þú læstur og mandur svo ágjörðu svo að við ræðum fyrsta mál, COVID-19 stöðuskýrsla fjölskyldusviðs. Já, takk, forseti, já, nákvæmlega það, mér langaði nú bara aðeins að bæta við þetta sem að formaður nefndarinnar sagði, hvað gerum við, og það er reyndar þannig að það hefur verið svona tiltölulega rólegt í þessum talningum á barnaverndarmálum fram að þessu ári. Önnur sveitarfélög voru í nágrenni við okkur voru farin að mæla töluverða aukningu í barnaverndarmálum bara svona strax eiginlega í fyrstu bylgju COVID, og einhverjum hluta vegna gerðist nú ekki alveg strax hjá okkur, en síðan var októbermánuður, kom ekki vel út og vitum svo sem ekki framhaldið af því, en nákvæmlega þetta, við þurfum að bregðast við og vera á tánum, og það er svona búið að vera undirbúa það, veit ég hvort að það hefur verið rætt með einhverjum nákvæmum hætti nefndin, en það er þá rætt hér í þessu húsi, þar að segja það sem stjórnsýslan fyrir fram þessa hluti, og það er búið að vera að undirbúa það á sviðinu og með fleirum til að geta einmitt brugðist við ef að það færi sem að líklegt er nú einhvern hluta vegna sama farvegin og annar staðar. Og til að mynda með svona endurskipulagningu á sviðinu, þar sem hefur verið að styrkja þætti, sérstaklega barnaverndarmálana, og fá aukinn mannskap í þau verkefni, til þess að geta brugðist við og tengist reyndar málinu sem hér á eftir, sem ég ætla að fá að taka til máls undir máli nr. 2.
Það líka búið að vera að reyna að skipuleggja það með hvernig forvörnum og hvernig sérfræðingar okkar í barnaverndarmálum geta komist inn í skólana og til þess að ræða við þau við skólan og börnin og kennarana hvernig rétt sé að bregðast við, og það hefur verið pínulítið flókið við þessar aðstæður þar sem að skólarnir eru meira og minna lokaðir vegna fyrir heimsóknum vegna smitvarna, og það hafa meðal annars farið fram svona samtöl og skipulagning milli fræðslusviðsins og fjölskyldusviðsins hvernig hægt sé að koma því við, og nú komið svona í gang prógram sem þessum aðilum og í samvinnu við lögregluna þar sem farið verður inn í skólana þessi mál rædd, og til þess að einmitt að upplýsa og hafa forvarnir í þessum málum til þess að reyna að koma í veg fyrir það og að þessi kúfur haldi áfram að vaxa og helst minnki. Þannig að sviðið hefur að mínum mati brugðist mjög vel við fyrst með því að undirbúa sig með svona endurskipulagning töluvert á starfseminni og leggja meira af sínu mannafla í þessi mál og sýnt sveigjanleika einmitt því að það getur verið önnur mál minnki á móti þegar svona stendur á, og það líka gott að bæði fjölskyldusviðið og fræðslusviðið vinni saman að því að reyna að bregðast við og koma í veg fyrir það að þessi mál verði fleiri en ella. En það getur svo verið alls konar ástæður fyrir fjölgun barnaverndartilkynninga. Það þarf ekki endilega að vera að málunum sem slíkum sé að fjölga. Ég meina, þetta geta verið margar tilkynningar og mörgum meiðum eitt og svona málið. Ég meina, það var ýmislegt í gangi í október í okkar sveitarfélagi sem óþarf að vera að ræða hér á þessum fundi sem hugsanlega hefur valdið einhver fleiri tilkynningum. En aðalatriðið það að við séum að tánum og fylgjumst með og bregðumst við og reynum að beita öllum okkar úrræðum og tækjum og tólum til þess að þessum málum fækki. Og ég held að það sé verið að gera það með mjög góðum hætti hérna hjá okkur. Já, nú eru tveir máldagskrá fyrsta mál, það næstur tekur til máls bæjarfulltrúi og Anna Sigríður Gunnadóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Já, ég ætla nú að þakka bæjarstjóra fyrir að koma inn og koma með nokkur dæmi hvernig verið að bregðast við þessu. Ég áttaði mig ekki alveg á fyrra svarinu. Það sem vekur sérstakan áhuga mér er þetta samstarf milli fjölskyldusviðs og fræðslusviðs sem hefur margoft verið rætt og þyrfti að efla, og það vekur mig bjartsýni að heyra að það skuli vera komið á rekspöl, eða minnsta kosti þannig að það sé hægt að vinna meir í því þegar við losnum út úr mestu takmörkunum af völdum COVID faraldursins, því að forvarnir á vegum sveitarfélagsins skipta að ég tel mjög miklu máli til þess að reyna að halda utan þennan málaflokk og reyna eins og við getum að nýta alla okkar resursa í að reyna að fækka tilfellum, þó ég ger mér alveg fullkomna grein fyrir að við getum aldrei afmáð þetta öllu, en mér langar líka að nefna og bæjarstjóri nefnir líka meiri mannafla inn í barnaverndinni sem gott. En mér langar til að nefna, þó að sé ekki akkúrat í þessari skýrslu, að það áhyggjuefni að tilkynningar, þær ekki að berast til dæmis úr leikskólum og lítið úr skólum. Það aðallega lögreglan sem að tilkynna inn mál, og það og hefur oft verið rætt að það áhyggjuefni. Ég ber það von í brjósti að þegar komið öflugra samstarf á milli fjölskyldusviðs og fræðslusviðs og svona forvarnarstarf, að þá náum við betur utan þetta og meiri
svona vakningu sko, hjá öllu okkar fólki og reyndar náttúrulega bara bæjarbúum því öllum ber okkur skylda til að tilkynna ef við teljum að börn séu að verða fyrir einhvers ofbeldi af hvaða tagi sem það er. Þannig að ég segi bara takk við bæjarstjórann að nefna þó þessi atriði og hlakka til að heyra meira af þessu samstarfi milli fjölskyldusviðs og fræðslusviðs. Takk. Já, bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir tekur næstu til máls. Gjörðu svo vel, Lovísa. Fyrir. Við erum náttúrulega með mál náskilt þessari umræðu sömu fundagerð en það langaði aðeins í þessari umferð að beina sérstaklega máli mínu að þessari ákveðnu skýrslu sem við verið að vinna núna í hverju mánuði sem var mikið framfaraskref þegar við fórum að fá hana og en kannski svona praktísk atriði. Við höfðum og nú segi ég við að því að ég sat í þessari nefnd þangað til í september að við höfðum vissar áhyggjur af því að hvort að við værum að missa af tilkynningum þarna þegar maður heyrði mikla fjölmiðlaumfjöllun að það væri mikið tilkynningum í öðrum sveitarfélögum og við vorum ekki að sjá það í okkar tölum og svo bregður manni þegar maður sér þetta stökk koma núna í október. En það er eitt sem vantar og mig langar að beina því, mér skilst að það hefur verið rætt á fundinum, fjölskyldunefndarfundi og það er tilkynning er ekki sama á tilkynning. Þetta er flokkað í marga undirliði og það getur verið bara ein tilkynning varðar hóp af kannski 15 börnum og þau eru hjálmlaus eða eitthvað skiljiði og það eru 15 mál. Þannig að það að bara fá þessar tölur svona hráar, þær vekja okkur vissulega til umhugsunar og við tökum það alvarlega en til þess að svona geta raunverulega metið hana, þá þyrftum við að fá sundurliðun sem er eftir alvarleikastigi og það er, og alvarleikastigin eru fleiri en eitt. Þannig að og ég held að það væri til batnaðar inn í fjölskyldunefndina að sundurliða það eins meira og mér skilst að það hefur verið rætt. Þannig að ég ætla bara að vona innilega að þetta stökk í tilkynningum sem við erum að sjá þarna eigi sér svona vægar ástæður, vonandi. En tökum auðvitað öllum tilkynningum alvarlega. Síðan erum við með aðra praktíska hluti sem er landlægt vandamál og ég vil bara að það komi fram að í allri tölfræði þá er svo áberandi fáar tilkynningar frá leikskólum og þetta sér maður og var tekið fyrir í kennslu hjá Barnaverndarstofu að þetta er ekki bara hér, þetta er á öllu landinu og ég hef líka bara átt samtöl við leikskólakennara og þetta á sér líka ákveðnar skýringar og þannig að við erum með rosalega fært fólk inni á okkar fjölskyldusviði þarna og ég vil vona að við höldum áfram að fá þessar skýrslur og við séum vakandi og svo vil ég bara gjarnan ræða þetta frekar í næsta leið því að við erum á réttri leið og vonandi fáum við þetta aðeins ítarlegra næst, Rúnar. Takk. Já, þá tekur næstu máls Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Bara aðeins í framhaldi af þessum sem hér hefur verið sagt, í mínum huga, og það er mitt mat sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, að það hefur verið ágætið samstarf milli fjölskyldusviðs og fræðslusviðs í þessum málum, en það má alltaf gott bæta. Og ég er alveg viss það að það má bæta það eins og annað. Þetta er náttúrulega dálítið erfitt oft á tíðum því að þessi mál eru náttúrulega, þau eru trúnaðarmál í flestum ef ekki öllum tilfellum og háð ákveðnum leikreglum og ákveðnum lögum og svo framvegis. Þannig að það er ekki eins auðvelt að hafa samstarf eins og kannski öðruvísi eða venjubundnari mál. Að það kallar á meiri formlegheit og
og svona skjalaumsýslu og svo framvegis sem hérna er flóknari. En fólk alltaf að bæta sig og læra og reyna að gera hlutina betur. Vildi bara taka það fram að mér finnst að samstarfið hafi verið gott í gegnum tíðina, en það má alveg örugglega bæta það og það alltaf verið að reyna það. Og það fólk sem í vinnu hjá okkur hjá Mosfellsbæ er alveg einust í því að gera það. Og svo vil ég líka taka það fram að bæði skólar og leikskólar eru að tilkynna barnaverndarmál, ekki bara lögreglan, þetta kemur frá öllum aðilum. En auðvitað það má alveg ræða það fram og tilbaka hvort að maður ætti að gera meira því eða leggja meiri áherslu á það eða eitthvað slíkt. En það ekki bara lögreglan sem að tilkynna barnaverndarmál. Það er lögreglan, það eru skólar, grunnskólar, leikskólar og íbúar sem að gera það. Og skólarnir og leikskólarnir hafa heldur bara staðið sér alveg ágætlega í því og það hefur verið lögð á það áhersla í gegnum árin hér að þeir séu mjög virkir þátttakendur og fylgist mjög grannt með þessum málum á sínum stöðum. Já. Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég vil einmitt bara kannski nefna það hvað það er mikilvægt að þessi tvö stóru og mikilvægu svið vinni saman að þessum málum og þessum forvarnarmálum og gott að heyra að það líka að það samstarf eigi eftir að sé að fara að aukast. Ég held að það sé mikilvægt og þetta náttúrulega, ég sé þessi forvarnarmál fyrir mér sem svona ákveðna keðju og það má ekkert vanta neitt hlekk inn í keðjuna. Og ég held að sé líka mikilvægt að við, ég kannski svona í mínum huga og ég mjög upptekin af forvarnarmálum og mér finnst það vera svo mikilvægt í starfi hvers sveitarfélags mikilvægasta starfið í hverju sveitarfélagi eru forvarnarmálin og við séum ekki að endilega verða rosalega góð í því að stökkva upp og slökkva elda. Heldur erum við rosalega góð í því að koma í veg fyrir að skaðinn skeiði eða muni skeið og þannig það er svona það sem ég vil bara leggja áherslu á í okkar bara og ég vona, ég veit að við erum öll örugglega sammála þetta að við þurfum að einhvern veginn að ná utan þetta þannig að þetta komum við aldrei í veg fyrir allar tilkynningar, þetta verður alltaf og þess vegna er alltaf barnaverndin starfandi og þess vegna eru við vakandi yfir þessum málum. En ég vil svona einhvern veginn, allavega við vitum það er vandi þarna úti, við erum að fara gegnum erfitt tímabil og Mosfellsbær sem og önnur sveitarfélög, hér býr fólkið og við veitum nærþjónustuna, en ég einmitt svona frá leikskóla og upp í 10. bekk þá erum við þessi börn hér í sveitarfélaginu, við höldum utan um þau og mér finnst það bara vera svo gríðarlega mikilvægt að við gerum það alveg svakalega vel. Ég held að bara það sem ég vil leggja áherslu á og auðvitað eins og bæjarstjóri sagði er fólk inn á sviðunum að vinna í þessum málum og það er alltaf verið að skoða hvað hægt er að gera betur og þessi miklu fjölgun hérna í bænum hefur náttúrulega líka við erum að takast á við kannski öðruvísi vandamál og bara fleiri vandamál sem að koma upp náttúrulega í stækkandi sveitarfélagi, sannarlega. Og þá er náttúrulega bara, það er fagfólk inn á sviðunum sem að vinnur að þessum málum og við en svo er þetta okkar bæjarfulltrúa og sem erum í bæjarstjórn hverju sinni hvert viljum við fara með þessi mál, hvar viljum við gera vel og það er bara, og ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum hvar minn áhugi liggur og hvar mín hjartansmál eru. Þannig og ef við erum ekki að gera nógu vel, þá þurfum við bara að gera betur. Þannig að það er nú kannski bara það sem ég vildi segja og ég veit að inn á sviðinu er einmitt starfsfólk sem held ég alveg með þessa menturu alla daga. Við hljótum alltaf að vilja gera betur. En það eiginlega punkturinn minn var bara þessi, það er gott og minnst það mikilvægt, það er gríðarlega mikilvægt að þessi tvö svið séu að vinna saman. Ég held að það sé alveg lykilatriði. Takk fyrir.
Já, þá tekur næstu til máls Rúnar Bragi Guðjónsson, hann að tala í þriðaskipti, hann var að svara spurningu á það, þannig að gjörðu svo vel Rúnar. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar. Mig langaði bara að bregðast aðeins við því sem kom hérna fram og reyndar kom bæjarstjóri vel inn á það svo sem líka, en það sem Anna Sigríður talaði varðandi leikskólann, að það kæmi ekki tilkynningar þaðan. Það koma sannarlega tilkynningar frá leikskólum og það við skulum ekki taka það af þeim. Að það auðvitað tilkynnt ef það er talin ástæða til þess að það sé tilkynnt. Og það má bara, þess má geta að fyrrum varaformaður þessara nefndar starfaði áður sem leikskólastjóri í Mosfellsbænum og á fundunum var það kom alveg fram að það eru tilkynningar ef þess þarf. Við erum ekki að fara að óska eftir því að leikskólarnir tilkynni ef þess þarf ekki og auðvitað eru tilkynningar. Þótt að þær séu kannski í þessum tölum færri en aðrar tilkynningar. Nú varðandi upplýsingar og það sem að Lovísa minntist á varðandi að fá meiri upplýsingar, þá höfum við með þessari skýrslu verið að fá inn á milli ítarlegri skýrslu, COVID-skýrslu, þar sem að koma fleiri upplýsingar og það minni rétt, þá þar síðasta skýrsla sem að koma inn fleiri upplýsingar. En síðan erum við að mata okkur á þessum helstu tölum. En inn á milli koma fleiri upplýsingar þar sem rætt hvort sem það eru stúlkur eða drengir eða hvernig sem það er. Hvort við viljum síðan vera að fá nákvæmari upplýsingar hér inn til okkar á okkar borð, það er kannski umræða sem við þurfum að taka. Varðandi síðan þessa skýrslu hér sem liggur hér fyrir framan okkur, að þá líka, þannig að við séum ekki varðandi fjárhagsaðstoðina. Það fækkun í fjárhagsaðstoð. Þrátt fyrir ástandið í samfélaginu, þá hér fækkun. Við höfum líka rætt að út af því ástandi sem ríkir og það fækkun á vinnumarkaðnum og við sjáum það líka neðar varðandi atvinnuleysi. Þegar þessi skýrsla var kynnt fyrir okkur, þá voru tölur fyrir október ekki komnar frá við vorum ekki búin að fá tölurnar frá því í október og við fáum þar vonandi á næsta fundi, en sannarlega þá atvinnulausum hefur þeim reyndar verið að fækka eftir þarna apríl, en lítilega verið að fara upp á við aftur. Þótt að atvinnuleysi sé eins og það núna, þá eins og við vitum líka fjárhagsaðstoðin kemur seinna inn í, en hún var byrjuð að rísa hjá okkur snemma og jafnvel í desember eða nóvember á síðast ári. Þannig að núna fyrst erum við kannski að sjá fækkun og ég veit ekki, kannski ég veit ekki hvernig það mun vera, en þetta eins og við talaðum, það mjög gott að fá þessar tölur og geta fylgst með þessu frá mánuði til mánaðar. Það það sem ég vildi fá að segja. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég held að sé bara fín umræða þessi mál og hollt að taka hana. En nú ég að fjalla þessar barnaverndartilkynningar sem þarna eru. Mér sýnist að þetta séu fyrstu 10 mánuðirnir til og með október 372 tilkynningar á árinu 2019 og 392 á það sem hafa verið þessu ári. Þannig að þetta 5% aukning. Þannig að ég veit ekki hvað maður á að lesa mikið út úr því per se. En auðvitað vildi maður helst hafa enga aukningu og minnkun og allt þetta en það sem sker sig úr þarna októbermánuður, hann tekur stökk upp helming einhverju hluta vegna til, en aðrir mánuður þarna að tilkynningum að fækka milli ára 2019 og 2020. En nóg það, ég bara held sér fínt að sviðið fylgist með þessu og gefi svona hlaupandi upplýsingar þetta, því að þetta jú þannig mál að það er nauðsynlegt að fylgjast jafnt og þétt með því sem að gerast þarna. Takk fyrir, forseti. Já,
Næstur á mælendaskrá Anna Sigríður, en þú ert búin að tala tvisvar, Anna Sigríður. Já, ég ætla bara að fá að hérna ég var höfð fyrir rangri sök í máli eins bæjarfulltrúa og ég óska eftir því að fá að leiðrétta það, forseti. Já, það verður nú einhvern veginn að gera grein fyrir því öðrum. Á ég þá bara að mæta heim til forseta eftir fund, eða hvernig verjast bæjarstjórnarmenn því að það sé ranglega haft eftir þeim? Nú ég að svara, við erum að hlusta, forseta. Rangri sök, það verður að vera forsetans að dæmi það hvort að það sé svokallað ámæli eins og kveður í samþykktu bæjarins sem er forseta fyrir því að þú fáir orðið í þriðja skiptið. Þannig ég get ekki bara sér svona gefið þér orðið, en það er eins og alltaf leið og það er að biðja fundarhlé og ræða málið þar. Það er kostur sem alltaf er hægt að nota. En ég get ekki... Já, en þá munu þeir sem hlusta á fundin ekki vita hvað var að fara rangt með í máli bæjarfulltrúa. Já, sko, ég hef nú talað um þetta áður, svo gerði það nú einu svona að þó einhver fari með þetta dálítið skýrt í samböndu bæjarins að bera sér ámæli. Það er auðvitað dálítið teygjanlegt hvað er ámælið en oft ekki þá umræði, en þó einhver bæjarfulltrúi segi eitthvað annar bæjarfulltrúi sem er ekki alveg rétt. Það þarf ekki endilega að vera einhver ámæli, það er ekki þannig að meta það, þannig því miður annars geti forseti ekki gefur orðið án þess að vita hvað það snýst. Þannig að forseti verður að vera alveg viss það að það sé verið að viðkomandi bæjarfulltrúi hafi verið að bera þér eitthvað á brýn. Þá er kost líka að biðja fundarhlé og gera grein fyrir þessu þannig að forseti geti metið hvort þú fáir orðið. Það er einn kostur, annars höldum við áfram með fundin. Já, sko, það er ekki ámæli, en mér voru lögð orð í munn sem ég viðhafði ekki. Og þá lifa þau án þess að ég geti brugðist við. Það er það sem forseti er að segja. Já, það er nú þannig að maður getur ekki leiðrétt allt. Þannig að ég held að við komumst ekki lengra. Þetta er óttalegu plagsíðu hjá sumum köllum í þessari bæjarstjórn að bíða í restina og hafa svo rangt eftir. Við skulum hérna halda áfram með fundinn, því miður er ekki hægt að leiða þetta til lykta. En þá er enginn að mælendaskrá mál númer 1, svo að það sé fullrætt á þessum fundi. En hér fyrir mínútum og fleiri en 1, 2 og 3, þá var bæjarstjóri búinn að biðja orðið. Það var mál númer 2. Sem heitir Málavog á fjölskyldusviði. En málið númer 1 er þá afgreitt af þessum fundi og ég ætla að gefa Haraldi Sverrissyni bæjarfulltrúa og bæjarstjóra orðið Málavog á fjölskyldusviði. Já, takk forseti. Þetta lætur nú ekki mikið yfir sér, sjálfum sér, þetta mál. Enda verð ég nú að viðurkenna það að ég vissi nú ekki í einu smáatriðum út af hvað þetta gekk allt saman fyrir en bara núna í þessari viku, þar að segja svona þessi umræða sem þetta hefur verið og ástæðan fyrir því að það var þannig að ég vaknaði upp í það á laugardagsmorgun held ég hafi verið að í einum fjölmiðli landsins var svolítið áberandi frétt minnisblað frá barnavernd sem snerist Málavog. Og í framhaldi af því að mér fannst orðalag fréttarinnar að vera með þeim hætti að ég kæmi nú svolítið af fjöllum sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, hafði ég nú samband við framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs og fleiri þess að fá skýringar á þessari frétt og þessari framsetningu fjölmiðilsins á þessu máli. Því að ég hafði ekki heyrt af þessum málum, eða það var í stuttu málið þannig að yfirskrift fréttarinnar væri að það væri einhvern veginn algjörlega óheyrilegt álag á fjölskyldusviði og barnavernd Mosfellsbæjar og það stæði og inn í hann fréttarinnar síðan það stæði eiginlega ekki steinn yfir steini, eða máttu svona lesa það út úr þessu. Og það kom nú í ljós að það hefði nú enginn haft samband við
neinn starfsmann bæjarins, fréttamaður við skrif þessara fréttar og stuðst við minnisblað sem var lagt fram í fjölskyldunefnd þetta mál en að mati þeirra sem það skrifuðu og á því bera ábyrgð að því snúið algjörlega út í horn. Og í framhaldi af því þá óskaði ég nú eftir því að framkvæmdastjóra sviðsins að taki saman svona minnisblað þetta mál, svona nánar sem þá varpaði þá svona skýrara ljósi á því hvað hér væri að ræða og hvort að það væri virkilega þannig ástætt eins og að lesa mátt úr fréttinni að þar réðist ekkert við barnaverndarmál í Mosfellsbæ og að starfsmenn væri bara, það væri allt of fáliðað og slíkt. Ég leyfði mér að setja það minnisblað hérna inn á, eða bað ritara fundarins, lögmann okkur að setja það inn á fundargáttina þegar ég fékk það fyrir hádegi í dag og til þess að það væri líka öllum bæjarfulltrúum, allir gætu séð það og lesið. Það var nú, var komið þess inn á það hér í upphafi fundar. En sko bara ég vildi fara ástundum orðum þetta og svona hver meining þessa og hver afstaða sviðsins gagnvart þessu að sko umræða álag í barnavernd hún alltaf til staðar. Að starfa í barnavernd örugglega eitt það mesta álagstarf sem við getum nokkurn tíma valið Og ég þekki það nú bara líka, ekki bara reynslu hér frá Mosfellsbæ en bara frá minni fjölskyldu því að minni fjölskyldu barnaverndar starfsmaður. Bara starfið þess eðlis að það eru miður falleg mál sem uppkoma og starfsfólk barnaverndar þarf að ganga inn í þau og þetta eru örugglega erfiðustu og verstu mál sem að svona fólk í stjórnsýslu þarf yfirleitt að takast á við. Og þetta líka raun og veru sko allan sólarhringinn því að það eru bakvaktir í þessu, fólk kallað út og ég þarf svo sem ekkert að útskýra það einhverjum smáatriðum en þetta þannig og starfa að barnavernd og í barnaverndarmálum álagsstarf. Og ég held að ég sé ekkert að segja neitt meira en ég á að gera en að þeir sem að ákveða það að taka og það finnst mér reyndar mjög virðingavert að vilja starfa í barnavernd, að þeir sem taka þá ákvörðun að gera það vita að því fylgir álag að starfa við barnaverndarmál. Og alveg sama hversu marga starfsmenn við höfum eða einhverjir hafa, bara málin eru þess eðlis að þetta þannig. Þess vegna ber ég mjög mikla virðingu fyrir þeim starfsmönnum sem að vilja gera það að ævistarfi sínu að vinna við það einhvern hluta aðeins við þessi mál. Því að þetta er ekki létt verk. Og eitt af því sem að hefur verið notað núna síðustu misserin eða árin til þess að reyna að mæla eða komast að gefa vísbendingar stöðu mála þessi svokallaða málavog. En sko málavog er tæki sem að Barnaverndarstofa hefur útfært og eftir af sænskum grunni svona mat á álagi við barnavernd og Barnaverndarstofa hefur óskað eftir því að sveitarfélög beiti þessu tæki innan sinna sviða til þess að reyna svona að meta stöðu mála og líka bara vegna þess að það hefur verið mjög langvarandi umræða bara ljós þess sem ég sagði hér á undan álag í barnavernd og bara á landsvísu og örugglega á heimsvísu. Og síðan þessum niðurstöðum skilað til Barnaverndarstofu eins og öðrum tölfræðilegum gögnum sem að gert í barnaverndinni. Þetta hefur fjölskyldur sem Mosfellsbæjar gert nokkur sinnum og leggja 4 mælingar fyrir og þær hafa verið að gefa ákveðnar vísbendingar álag og þess vegna eins og reyndar kom að hér í máli númer 1, þetta tengist nú að einhverju leyti
þó að það sé reyndar þannig að fjöldi mála, barnaverndartilkynninga á árinu 2020 sé nokkurn veginn svo sami á 2019, þá samt erum við að sjá mikla uppsveiflu þarna í októbermánuði, en svo að segir heldur fjöldi tilkynningana ekki allt. Það er kannski líka eðli málanna sem að skiptir máli. Ein tilkynning getur verið 100 sinnum þyngri heldur en önnur vegna bara eðli hennar. Þannig að menn þurfa að taka það með í reikninginn. En þegar að þessar vísbendingar fóru að koma fram, þá var einmitt brást sviðið með því að svona endurskipuleggja var stór rót af endurskipulagningu fjölskyldusviðsins og það hefur raun og veru verið bætt í mannafla varðandi barnaverndina núna um 1,5 stöðugildi, 1 innan sviðsins sjálfs og svo hálft stöðugildi sem sinntir í verktöku og nokkur verktökur sem eru sérfræðingar í ákveðnum málum. Ég er nú ekki sérfræðingur í þessu, ekki nefnum bara svona að horfa þetta utan frá mér. Og þess vegna vildi ég líka koma því hér á framfæri að það stendur í þessu minnisblaði sem kom frá framkvæmdastjóra sviðsins í dag og mig langar með leyfi forseta að lesa hér ákveðna grein úr því. Að það stendur hér að drög að fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2021 endurspeglar það mat stjórnenda fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar að hvorki sé efnin í ástæða til að óska eftir auknum mannafla í barnavernd hjá Mosfellsbæjar á þessum tímapunkti. Það mat byggir á þeim gögnum sem birtast í niðurstöðu mælinga síðustu 12 mánuði í Málavog fyrir Mosfellsbæ sem á því að þegar er búið að bregðast við upplögum álag með auknum mannafla. Þannig að mér brá þegar ég sá þessa frétt og ég spurði á hverju ég eiginlega að missa. Er ég að missa því að það sé allt í kalda koli á fjölskyldusvið Mosfellsbæjar eða í barnaverndarmálum bæjarins. Og sem betur fer þegar ég fór að tala við þá sem því stjórna og það umsýsla að svo er alltaf alls ekki. Og mér létti við það og ég vildi líka bara baði að þetta er tekið saman og mér fannst rétt að allir bæjarfulltrúar fengju það minnisblað til þess að þau getur líka þá vonandi fengið þá sömu tilfinningu og ég. En ég gat alveg eins búist við því að miðað við þessa framsetningu í fjölmiðilsins og kannski hvernig þetta var sett fram að það gæti orðið hér mjög heit umræðum það að allt væri í kalda koli í þessum máli hjá Mosfellsbæ. Ég vildi bara koma því þetta skýrt á framfæri að svo er ekki. Læt duga í bili. Já, þá tekur næstum máls bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Gjörðu svo vel, Lovísa. Takk fyrir. Herra, já, það var nú vildi ég fara aðeins nánar í barnaverndina. Ég ætla að byrja á því að segja að mér finnst ofboðslega gott að þessar niðurstöður, þessi Málavog sé núna búin að vera í gangi í 1 ár og þannig varpa ljósi á stöðuna, raunverulega stöðu og hvað þarf að laga og eins og við vitum þá er þegar búið að bregðast við bara með breyting og skipulagi og annað slíkt. Þannig að mér hefur allavega alltaf fundist sem að okkar starfsfólk sé mjög vel vakandi og alltaf vilja gert og til þess að ekki bara sinna skyldum sínum í þessum málaflokk heldur líka að það er svo gríðarlega mikilvægt að passa upp á starfsfólkið. Því að þú getur verið með 30 mál sem þú afgreiðir á viku og þú getur verið með 1 mál sem bara tekur allan þinn tíma í 30 vikur liggur við. Þetta er engin föst regla í steini í þessum málum. Þau eru jafn flókin og margslungin eins og bara fólk er margt. Og en það sem að mér þótti alltaf erfitt var sem nefndarmanni í barnavernd að sjá þetta vegna þess að við vorum ekkert að fá einstök málin á borð nema eftir því að væri sérstaklega leitað að þau eru komin á eitthvað þannig stig. Þannig að það var stundum erfitt að gera sér grein fyrir nákvæmlega einmitt þessu álagi á starfsmenn og þar af leiðandi vil ég fagna því alveg
sérstaklega og ég vil hrósa öllu starfsfólki og náttúrulega sérstaklega henni Guðrúnu sem stjórnandi barnaverndar hjá okkur núna að hafa gengið svona rösklega til verks í þessu þegar hún kom til starfa fyrir ári síðan. Að það var sagt við okkur að við værum heppin að fá hana og ég, mér sýnist að það sé örðasönnu. En það eru vissulega líka, og nú þarf ég að finna rétt skjal, það eru inni í umfjölluninni Málavogina og þessi heildarstig sem eru tekin á tímabilinu 2019-2020 þá eru þarna merki sem er það sem gerir það að verkum að við hefur verið brugðist. En mér finnst rétt að við ræðum það núna þegar þetta liggur fyrir fundinum og það er til dæmis það að þegar stigin eru metin að þá eru raunstig Málavogar alltaf töluvert umfram áætlun. Og ég vænti þess að vegna þess að það búið að gera þessar skipulagsbreytingar að maður fari að sjá þetta svona jafnast út og með vísan til þess sem við vorum aðeins að ræða undir máli 1 með svona kannski nánari upplýsingar og þá sérstaklega til fólks í nefndinni og barnaverndarnefndinni sjálfri að þá ætla ég vona að þessar tölur, niðurstöður þessara mælinga sem að eiga að fara fram 4 sinni á ári þeim sé reglulega komið áfram líka til nefndarinnar. Bara þannig að þau hafi svona tilfinningu fyrir þessu málaflokki sem nefndin sem slík lögum samkvæmt ber ábyrgð á. Við erum líka með kannski við erum þarna með aðeins nánari upplýsingar undir þessu málalið eðli tilkynninga. Þetta ekki jafn ítarlegt og það sem að það fólk sem situr inn í barnavernd fær vissulega reglulega sem bara lögum samkvæmt þarf að tilkynna til Barnaverndarstofu og kemur þar af leiðandi inn í nefndina. En það sem ég hnaut sérstaklega í októbertölunum sem að tóku svona stökk hjá okkur. Það liðurinn sem heitir vanræksla. Og við höfum séð þarna mánuði sem koma nálægt en þetta svona, þetta sérstaklega hátt þarna og ég hef vissar áhyggjur af þessu út af upplýsingum sem við fengum fyrir ekki svo mörgum fundum síðan og tíminn fljótur að líða en það sem að leikskólastjórar voru svona að segja að þau voru með einhverja kynningu, þau verið að afsaka, ég tala eftir minni en þá leikskólastjórar voru svona að láta vita af því að þau fara að finna fyrir því að ástandi væri farið að taka svolítið í. Og þarna kemur inn á það sem að við höfum rætt, var komið inn á undir lið 5.1 áðan þó að það hef ekki staðið neitt. Mér finnst það frekar eiga heima hérna. Það þessi snemmtæka íhlutun milli fjölskyldunefndar og fræðslunefndar sko, við þurfum að átta okkur á því þegar við erum að tala barnaverndarmál að þegar þau eru orðin barnaverndarmál lögum samkvæmt þá rosalega strangar reglur sem að gilda alla málsmeðferð og hvaða sem að nefndin hefur heimild til þess að gera. Þetta svo mikið inngrip inn í friðhelgi fjölskyldu og barna og foreldra. Þannig að snemmtæka íhlutunin getur komið í veg fyrir að málið þurfi að fara í þennan alvarlega farveg og það veit ég út af umræðu leikskólamálin áðan og tilkynningar frá leikskólum að snemmtæka íhlutunin á því skólastigi sérstaklega mikilvæg vegna þess að ekki bara í Mosfellsbæ á landinu öllu það ef það kemur formleg tilkynning og þetta fer í lögformlegt barnaverndarferli þá eru starfsmenn í viðkomandi leikskóla ekki lengur aðilar á málinu. Þannig að ég myndi vilja
sjá sko og heyra meira af því hvernig svona unnið sérstaklega með þetta skólastig og fjölskyldu, hvort að í þessu samstarfi milli fjölskyldusviðs og fræðslusviðs snemmtæka íhlutun, hvernig því háttað á þessu skólastigi. Vegna þess að leikskólakennarar sem ég hef rætt við telja mikilvægt að geta haldið tengslum við barnið, þannig sé hagsmunum barnsins best borgið og þurfi ekki að fara svo langt að verða barnaverndarmál sem inn í þessum tölum hjá okkur. En á sama tíma vil ég líka segja, ég hef áhyggjur af þessari vanrækslutölu þó að ég sé ekki með mikið fyrir mér í varðandi súlurnar ofbeldi og áhættuhegðun, þá segir mér reynslan samt að það geti oft á tíðum verið svona þessi mál sem að geta talið hátt í fjölda en vega ekki þungt í málavogin, ef við getum orðað það þannig. Þannig að mér finnst mikilvægt að það sé vel fylgst með þarna og að fjölskyldunefnd sé vakandi. Og svo vil ég bara enda á því að hrósa aftur starfsfólkinu. Mér finnst þetta bara frá því ég kom fyrst að þessum málaflokki þá finnst mér bara, ég sé metnaðinn bara aukast bara með hverju mánuðinum og þú veist, þetta bara batnar og batnar, þetta bara frábært að sjá. Takk fyrir í bili. Já. Ég orðið laust mál nr. 2, málaflokk á fjölskyldusviði. Það enginn á mælendaskránni eins og að tilkynnir enginn sé til leiks hér, þannig að umræðum þetta mál lokið að sinni. En orðið laust ennþá við erum búin að ræða mál nr. 1 og nr. 2 ef fólk vil ræða eitthvað annað í þessari fjölskyldunefndar fundargerð 17. nóvember. Svo virðist ekki vera. Þá umræðum lokið fundargerðina. Bíddu Bjarki, ég óvart að senda þetta á Önnu en ekki alla, sorry. Já, maður lendir nefnilega í því. Ég bara vissi ekki að ég væri búin að takast að gera þetta, afsakið. Nú fór ég alveg fór allt ég varðandi 5-3. Þú vilt ræða það mál? Já, 5-3. Já, það er komið inn. Bara gjörðu svo vel. Bara komið, flott. Takk. Afsakið. Það heitir samvinna eftir skilnað, gjörðu svo vel, Lúísa. Já. Heyrðu, ég ætla að fagna þessu verkefni mjög. Þetta verður vonandi til þess að tilkynningum barnaverndarmál fækki. Því að þarna ákveðin hópur sem vill stundum lenda inn í barnaverndarmálavoginni að ósekju og það er frábært að þetta sé komið. Ég ætla bara að vona að við fáum almennilegan pening með þessu til þess að geta sinnt þessu því að þá held ég að þetta geti hjálpað mjög líðan barna. Og ég hlakka til að heyra hvernig þetta tilraunaverkefni gengur. Já. Það enginn á mælendaskránni, þannig að forseti lítur svo á að þetta mál sé útrætt. Og reyndar fundargerðin þá í heild, þannig að forseti lítur svo á að bæjarfulltrúar geta farið að greiða atkvæði þessa fundargerð og þeir sem staðfesta þessa fundargerð fjölskyldunefndar frá 17. nóvember nr. 299 beðnir að jánka því. Já. Já, 9-0 var það. Þá förum við skipulagið. Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar hélt fund númer 528, 20. nóvember síðastliðinn. Skipulagsnefndin alltaf áríðsjöl, heldur fund klukkan 7 á morgnana. Allt þetta nú fjarfundir. Og þarna voru 8 mál á dagskrá með afgreiðslufundum og
Forseti gefur orðið laust. Að kveði svo engin hljóðs, þá umræðum lokið í þessa fundargerð og við göngum þá aftur til atkvæða, það að segja þessa fundargerð. Og þeir sem staðfesta hana eru bennir að skrifa já eða samþykkt. Allir búin að greiða atkvæði, ekki? Já, þarna var þetta 9-0 aftur. Þá förum við í það sem kallað almenn erindi. Það eitt af þessu sinni. Eitt erindi, það 7. mál á dagskránni og hljómar þannig: samþykkt stjórn Mosfellsbæjar breytingar. Þarna voru ákveðnar breytingar gerðar, eða tillögur að breytingum sem að, ég ætla fyrst að gefa bara orðið laust og síðan göngum við til atkvæði það, hvort að bæjarfulltrúar séu samþykkir sem breytingar á samþykktum stjórn bæjarins. Einhver sem vil taka til máls þetta mál? Svo virðist ekki vera og þá tökum við bara þriðju atkvæðagreiðsluna hérna á þessum örfáum mínútum og þeir sem staðfesta þessa tillögu eins og hún kemur fyrir í blaðinu eru bennir að jánka því. Allir búnir að það detta inn atkvæði. Allir búin að greiða atkvæði, ekki? Það vantar bæjarfulltrúa. Anna Sigríður, ertu búin að greiða atkvæði? Hvað? Það sem sagt fundargerð skipulagsnefndar. Já, ég var búin að segja samþykkt það með hana. Það voru það ekki samþykktirnar við vorum að... Fyrir ekki afsakið. Þetta var samþykktirnar. Já. Afsakið. Ég kann að eiga eftir að samþykkja það. Ég alveg með þetta undir kontról hjá mér, sko. Já. Þarna hvað það? 9-0. Þetta var síðasta atkvæðagreiðslan því að nú bara eftir að ræða fundargerðir sem að við fáum ekkert að greiða atkvæðum en getum náttúrulega rætt þær og haft skoðanir, það að segja fundargerðir sem eru lagðar fram. Við byrjum á afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það fundur númer 416 hjá byggingafulltrúanum. Þarna voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Að kveði svo engin hljóðs, þá sú fundargerð lögð fram. Síðan það skipulagsfulltrúi sem afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Kristins Pálssonar, það fundur númer 46, þar var 1 mál á dagskrá. Og forseti gefur orðið laust þennan afgreiðslufund. Að kveði svo engin hljóðs, þá hún lögð fram. Þá förum við nú að fara út fyrir bæjarfélagið því að næst tekin hér fundur hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það sem gengur venjulega með nafni SSH. Þar var haldinn fundur, náttúrulega í fjarfundarbúnaði, en fundarmenn af öllu höfuðborgarsvæðinu. Og þarna voru 2 mál á dagskrá. Þessi fundur var haldinn 27. október síðastliðinn, fundur númer 510. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Birtist ekkert nafn hér á skjánum hjá forseta, þannig að það var sú fundargerð lögð fram. 22. október síðastliðinn var haldinn fundur hjá Sorpu, stjórn Sorpu. Sá fundur var númer 436. Þar voru 8 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi, þú varst að biðja orðið eða ekki? Jú, það rétt. Þessa fundargerð, gjörðu svo vel. Það sem fundargerð stjórnar Sorpu, haldin á Teams. Já, forseti, takk fyrir
Þetta eins og þú gast fundargerð frá 22. október 2020 og þetta svona örlítið bitastæðar í fundargerð heldur en hefur verið sem að ég hefur verið á hvert yfir að stæði lítið í. Það þeir hafa nú eitthvað bætt þarna úr. Nú, það einn liður sem nefnist trúnaðarmál. Ég veit nú að það nú ekki venja að fjalla trúnaðarmál eða trúnaðarmál en ef að fulltrúinn okkar í Sorpu getur minnst á hvort þetta er fjárhagslegt mál eða starfsmannamál. Það nú bara það sem ég var að velta fyrir mér hvað trúnaðarmál þetta hvort þetta tengist fjárhag og svo náttúrulega þriðalega hvort að megi yfirleitt nefna það. Því að mér finnst nú svona, þetta svo afgerandi í fundargerðinni að maður vildi kannski vita af hvaða meiði það er runnið á þess að vita efnið þess. Nú, ég fæ forseti kannski að hlaupa svona í gegnum fundargerðina, það í lagi að stoppa hvert mál. Kannski, fyrir ekki Sveinn Óskar, að því að þú ætti að ræða ákveðið mál sem að má nú ekki ræða, en það er beint spurningu hérna til fulltrúa Mosfellsbæjar í Sorpu, Kolbrúnar, og ég tel bara rétt að hún bregðist við spurningunni. Takk. Þannig að svo far þú aftur orðið. Kolbrún, vilt þú tjá þig þetta mál? Já, takk, forseti. Já, þetta varðar sem sagt, þetta er ekki starfsmannamál og þetta varðar sannarlega fjárhag Sorpu, en þetta er sem sagt ákveðin samning við tiltekið fyrirtæki sem að við erum mögulega bara að fara að rifta, þannig og það hefur ekki komið neitt á góði fyrir Sorpu. Og þetta er mál sem að frá fyrrverandi framkvæmdastjóra, þetta kom aldrei fyrir stjórn Sorpu og nú er bara verið að svona draga þetta svona ýmislegt upp á yfirborðið og þetta er bara mál sem að er verið að reyna að lenda í góðu og vonandi tekst það, en þetta varðar sem sagt þetta er samningur og greiðslur og það er búið að stöðva allar greiðslur. Og nú veit ég ekki hvort að hinn aðilinn sætti sig við það, en allavega þá er Sorpu ekki stætt á því lengur og þessi gjörningur hann er líka talinn bara ekki löglegur, þannig að við erum bara að reyna að hreinsa til í þessu máli og vonandi tekst okkur að gera það án þess að það endi í dómsal, en ég getur einu ekki sagt meira að sinni, en þetta er bara ákveðin tiltekt hjá okkur. Já, kannski rétt, nú er Kolbrún búin að svara þessu, sko það er nú rétt að ef einhver vill tjá sig þetta, við veitum náttúrulega að þetta er trúnaðarmál, þannig að allir eru bundið trúnaði, en áður en nú færð orðið aftur Sveinn Óskar bæjarfulltrúi eitthvað annað mál, þá er kannski rétt að gefa kost á því ef aðrir bæjarfulltrúar vilja ræða þetta, það er svo sem enginn melda sig hérna inn, þannig að forseti lítur svo á að það verður ekki rætt þetta tiltekna trúnaðarmál meira á þessum fundi, en gjörðu svo vel Sveinn Óskar bæjarfulltrúi, þú varst búinn að biðja orðið eitthvert annað mál þarna á þessum fundi. Já, þakkaði fyrir. Ég ætlaði nú bara að af því að það var gefið út þarna á 15. dagskrárlið, starfslið Gæja gefið út, bara að fá, einhverja nýja fréttir af Gæju, er komin vinnslan vaxið frá því sem síðast var. Það er ekki langt síðan að hún gat þess að moltugerðinni hafinu. Ég ætlaði bara að spyrja frétta af henni Gæju, hvort að sé enn meiri kraftur komin í þetta og bara fá smá skýrslu frá fulltrúa okkar í Sorpu. Það er spurt frétta af Gæju, bæjarfulltrúi Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Það er gott að tala Gæju, vinkona okkar. Það er að frétta Gæju. Heyrðu, hún er bara nánast komin í fulla vinnslu og það voru alveg hnökrar til að byrja með, eins og þið vitið, og mér skilst núna að sé, þarna er náttúrulega tæknimenn og konur vakandi og vakin og sofin yfir þessu verkefni og það gengur vel núna og það er það er bara ekki komið upp neitt sérstakt, engin svona stórt stopp eða stór mál, en það sem er eiginlega stóra vandamálið núna er að við verðum að bara
og þar náttúrulega mun þetta samtal við atvinnulífið þurfa að eiga sér stað, að við þurfum að fá hreinna eða betur flokkað plast út úr öllum línum. Plastið að trufla mjög mikið, að við erum ekki nógu duglega að flokka og þetta náttúrulega heimilisúrgangurinn miklu betri heldur en frá fyrirtækjunum sjálfum. Og ég veit að það náttúrulega það verið að reyna að finna lausn á því og náttúrulega þessi græna gjaldskrá og allt þetta sem við erum að fara á stað með. Það er náttúrulega sá borgar sem mengar, en við með Gæju þarna upp á Álfsnesi, að þá þurfum við bara sem höfuðborgarbúar allir eða öll að læra að umgangast hana. Það er alltaf að tala um Akureyri og það sé ekki vel gert þar og allt það. En við erum bara á sama stað, við erum með þessa stöð og við þurfum bara að kenna fólki og það mun bara taka tíma að hvernig við ætlum að umgangast hana og hvernig og líka bara til að við fáum sem bestu moltuna og náttúrulega metangasið. Og svo náttúrulega kannski stóra fréttin sú, sem kannski svolítið skítur, eða svolítið sérstakt, að við náttúrulega vorum að gera samningum sölu á metani við malbyggunastöð hér á Melónum sölu á metani. En það kannski önnur saga. En það eru góðar fréttir finnst mér úr Sorpu núna loksins og eina sem við þurfum bara að gera núna að við sem höfuðborgarbúar og atvinnulífið við þurfum að ná upp takti saman í því hvernig við umgangumst þessa stöð, hvað þarf að gera til að moltan verði sem hreinust og þetta gangi sem best fyrir sig. Ég hef alveg trú á því að það muni koma og sveitarfélögin við erum líka að tala um það, við þurfum að fara í bara góða herferð til að koma upplýsingum til íbúa með hvernig við gerum þetta, en þetta þarf að byrja á því, eins og ég hef alltaf nefnt líka, við þurfum að fara að samræma flokkunina, náttúrulega höfuðborgarsvæðinu, komast þangað, svo fólk hafa nokkuð trú á því að þessi flokkun skipti máli inn á bæði heimili og atvinnulíf. En þannig að ég held að svona innan 3 ára þá kannski verðum við búið að temja bæði íbúana og vinnslan komin á gott skrið, eins og hún nánast komin. Já, Lovísa Jónsdóttir, vilt þú ræða Gæju? Nei, það var ekki þar. En Sveinn Óskar bæjarfulltrúi, vilt þú taka aftur til máls þetta mál? Já, takk fyrir. Já, gjörðu svo vel. Ég ætla aðeins að halda þessu áfram. Ég ætla að þakka Kolbrúnu fyrir skýrsluna af henni Gæju. Það kannski aðeins þarna að því að hangir þetta allt saman við Gæju og þetta starfsleyfi og vinnsluna að þetta plastvandamál og samræmingin hjá sveitarfélögum, ég býst nú að við þurfum að byrja á því að láta Kópavog og Reykjavík kannski stilla strengina og áður en við förum að markaðssetja þetta, en þú sagðir að þetta væri betra frá heimilunum en fyrirtækjunum og svo ég skilji praktíkina í þessu. Erum að tala um það til dæmis eins og matvælaafgangar úr vörugeymslum og matvælaiðnaði sem kannski unnin matvæli sem runnin út eða eitthvað slíkt, ekki tekin úr plastinu eða hvaða praktík þarna sem vandamál? Já, það beint spurningu til þín aftur, Kolbrún, gjörðu svo vel. Þetta nákvæmlega stóra vandamálið og bara hvort sem það matvara eða hvað það sem hlutir sem þurfa að henda, að við erum ofta að tala um svona uppruna ábyrgð, hvernig matvælunum pakkað, við erum að fá allt þetta plast yfir okkur, þannig að við þurfum líka að fara að skoða það hvernig við erum að fá, í hvernig umbúðum hlutirnir eru og það svona ábyrgð framleiðanda. En já, og þetta sem kemur frá vöruhúsum og byggingasvæðum og alls konar sem þarf að bara það verður að gera betur þar. En þessi plastumræða, við erum eiginlega núna búin að eyða svo rosalegu púðri í fjárhagsáætlunina og Álfsnesið og koma Gæju af stað að núna ég bað það á næsta fundi Sorpu, þá verður farið mjög grundigt ofan í plastumræðuna og hvernig við gerum betur í því og þá verður til að fá ykkur upplýsingar frá þessum vinnuhópur sem að mér skilst að vinna varðandi samræmda flokkun og
og eitthvað svona fara að gerast í þessum málum. Það svona mín trú. Já, þá lítur forseti svo á að þetta mál sé fullrætt á þessum fundi. Starfsleyfi Gaia gefið út, en það eru hérna tveir á mælendaskrá, 2 bæjarfulltrúar og ég vil gefa Lovísu Jónsdóttur næst orðið, bæjarfulltrúa. Það er eitthvert annað mál sem hún vill ræða í fundargerð Sorpu. Gjörðu svo vel, Lovísa. Takk fyrir. Já, það er semst fjárhagsáætlunin sem að ég vildi ræða, sem er þá í þessari fundargerð mál númer 2. Já, einmitt. Ég er að hoppa hérna á milli skjala. Það sem spurning sem ég er með, það er varðandi, ég tók eftir hérna varðandi endurvinnslustöðvarnar, að þar er í efnahagsreikningi áætlaðar varanlegir rekstrarfjármunir í endurvinnslustöðvum muni aukast gríðarlega milli frá 2021 til 2022 og svo áfram. En í umfjölluninni er bara talað uppbyggingu í Lambhaga og það kosti einhverjar 800 milljónir en eins og sjá maður þarna ef maður er að horfa á það sem á að eignfæra hérna, ef ég nota rétt hugtök hérna, að þá er bara milli 21 og 22 einhver 1100 milljónir og svo bætast við 400 til viðbótar, nei 6, fyrir ekki. Já, þú veist, þetta hækkar sem sagt töluvert mikið sem sagt á þessum árum umfram þessar 800 milljónir. Þannig að ég er að spá, er eitthvað meira á teikniborðinu sem að kemur ekki fram í ársreikningnum sjálfum eða þessari fjárhagsáætlun? Svolítið þreyttir að rugla saman þessum hugtökum með orðum, en já, það er bara að fjalla um Lambhagann. Er eitthvað meira á teikniborðinu? Já, þarna... Það er spurning, kannski það er fyrsta spurning. Já, fyrsta spurning, Kolbrún, þú brugðist við þessu? Já, ég skal reyna. Það sem er verið að gerast með móttökustöðvarnar, það er hitt stóra málið sem við þurfum að fara í. Það er hvernig við breytum þeim. Þær eru allar, mjög margar, allavega ekki allar, en þær eru margar orðnar bara á litlar og úr sér gengnar og hreinlega bara hættulegar. Og það er verið að, planið er að fækka þeim og stækka þær og gera þær öruggari og þægilegri í allri umgengni. Og eina áætlunin núna er að loka Sævarhöfðanum og stækka þá upp á opna þessa stóru stöð upp á Lambhaga. En það verður ekki gert, það er ekki núna í ársáætlun eða næstu 3 ára áætlun. Við þurfum eiginlega núna að leyfa Sorpu svolítið að jafna sig og fjárhag Sorpu áður en við förum í þessa framkvæmd. Þannig að það er kannski þetta 22-23 sem við förum kannski að skoða það, að halda áfram með móttökustöðvarnar. Já, þannig að það eina stóra planið er Lambhaginn. Og það er bara eitthvað sem það þarf að fara í, en við gerum það kannski ekki akkurat á næsta ári, en við verðum að sjá það hvenær hægt verður að fara í það. En það er það sem er áætlun hjá okkur. Já, það er... Það var eitthvað önnur spurning. Nei, ég ætlaði það bara að fá, mér langaði að fá þetta svar, því að... Já, takk. Já, það er bara, að því mér finnst það pínu þarna ósamræmi sem ég skil ekki alveg, en ég ætla kannski, þurfum ekki að fabuleira eitthvað það hér, en ég get það bara reynt að kynna mér það eftir öðrum leiðum, hvernig liggur í þessu. Í þessari aukningu, ef það er bara á dagskrána að fara að gera þessa miklu breytingu á Lambhaganum sem áætlaði að kosti 800 milljónir, og skil ég ekki af hverju við erum að fara úr varanlegum fastafjármunum 400 og eitthvað upp í 2,5 milljarð á nokkrum árum. Þannig að þetta er svo stórar tölur en ég skal bara, við bara getum rætt að setja. Ég ætlaði að vera búin að hringja fyrir fundin, ég bara náði ekki. En síðan bara almennt varðandi þetta, ef þið er að fara að kafa ofan í þetta eins og með plasti og það sem þú ert að segja, þá langar mig að segja, bestu gæði til endurvinnslu fást sem næst upphafsstað. Og hvort sem það er á heimilum eða hvað, og það er hugnast mér alls ekki að
það sé verið að taka í burtu endurvinnslustöðvar í nærumhverfi sem gerir fólki auðvelt að endurvinna. Svo finnst mér við lestur þessar fjárhagsáætlunar sko hrópa á mig möguleikar til þarna að koma einkaaðilum að sem að hafa fjárhagslegan hvata til nýsköpunar í þessum geira og létta þannig á sko Sorpu þannig að hún sinni bara sinni kjarnastarfsemi. Og ég vona að ég fari að sjá það frá þessu risastóra byggðasamlagi sem alla að sliga. Þú ætla ég bara að sleppa þér með Sorpu núna, Kolla mín. Takk fyrir. Já, en það er reyndar annar sem vil ræða þessa spurningu, Lovísa bæjarfulltrúi, það er Haraldur Sverrisson. Hann hefur beðið orðið til að ræða þetta. Já, mál númer 2. Ég slepp henni. Já, bara að bæta við, sko, þannig að öllum sé það ljós, sko, þetta er náttúrulega að langtíma áætlun, ekki fjárhagsáætlun næsta árs, heldur langtíma áætlun, hún er stefnumarkandi, nákvæmlega eins og við vorum að ganga frá í fyrri umræðu langtíma áætlun Mosfellsbæjar sem er stefnumarkandi. Þar til að mynda erum við með, ég manna ekki, einhvern milljarð í framkvæmdir við nýjar skólabyggingar. En við erum raun og veru bara ákveða eitt, þar að segja byggja nýja leikskóla. Þar munar einhverjum 200-300 milljónum. Kannski leikskólinn er væntanlega ódýrari heldur en það sem er sett í fjárhagsáætlun til langramma. Þarna er alltaf bara verið að setja fram fjármuni sem átt að vera stefnumarkandi í málaflokkinn. En er kannski ekki búið að ákveða nákvæmlega í hvað það að fara. Ég gerir ráð fyrir að sé eitthvað svipað hjá Sorpu að það er ljóst eins og stjórnarmaður okkar sagði að það er þörf á að taka til hendinni í þessum endurvinnslustöðum. Það eru orðnar úsigengnar gamlar úreltar og ég skil það þannig að fjárhagsáætlun langtímaáætlun sé svona bara gefa það í skyn að á næsta ári þurfi að fara í frekari framkvæmdir en það sé ekki búið að ákveða eða ræða framkvæmdir svona einhver marki nema þá þessar framkvæmdir á Lambhaga. Ég bara tek sem dæmi eins og leikskólan hjá okkur. Þetta er framsetning á áætlunin, hún er ekki bindandi, hún er stefnumarkandi. Það er stefnumarkandi að segja, það er lagt til að fjármuni verið lagðar í þessi tilteknu verkefni án þess að þessi búið að ákveða nákvæmlega hvað gera skuli. Já, takk. Það er enginn að mælendaskrá þetta mál, þannig að forseti lítur svo á að mál númer 2. Það fyrir að skrifa, má ég bara örstutt í viðbót? Þetta er viðmórið, Já, ég er viðmórið, já. Fjárhagsáætlun. Já, ég vil bara taka undir það sem bæjarstjóri sagði, það er akkúrat þannig að því að móttökustöðvarnar eru, það þarf að fara í gríðarlega breytingar og bara ef við ætlum til dæmis að ákveða það að fara í Blíðubakkann, það myndi það nú kosta einhverjar 10-100 milljónar að laga hann og stækka hann eins og hann ætti að raunin að vera. En þetta er algjörlega einmitt, þetta er stefnumarkandi plagg og þetta er eitt af stóru verkefnunum að laga þessar móttökustöðvar og ég held líka stór upphæð í þessu er náttúrulega líka niður á Gufunesi. Við erum það er verið að laga þar alveg gríðarlega mikið. Og það er svona mín sýn á þetta núna, við erum að breyta þessu olíuskipi svolítið. Það er búið að taka tíma, að beygja þetta stóra olíuskip sem frá því að vera bara keyra trukka upp á Álfsnes og moka holu og styrt onni. Við erum að sjá bara að Sorpu verða þekkingar byggðasamlag og ég get alveg tekið undir það, Lovísa, með þér, bæjarfulltrúi Lovísu, að við þurfum að skoða alla leiðir til að gera þetta sem hagkvæmast, hvort sem að atvinnulífið kemur inn í þetta með okkur. Og ég sjálf myndi aldrei útiloka neitt slíkt á meðan það kemur sér vel fyrir og sem hagkvæmast fyrir alla íbúa. Og kannski þetta sem að svo kannski þetta Sorpa sem alla er að slíga, það er náttúrulega ekki gott, við megum ekki láta Sorpu slíga okkur, en sannarlega er þetta dýr flokkur, þetta er dýrt, það er dýrt að halda út þessari þjónustu, að koma úrgangsmálum í gott horf, þetta er náttúrulega umhverfismál og við munum aldrei
ég veit ekki hvenær við sko verðum stefna það að verða sjálfbær eins og við mögulega getum og við þekkjum umræðan strætó og metan og allt þetta, hvernig náum við þessi hringrásar hagkerfi í lag hérna á höfuðborgarsvæðinu. En við erum að fara þangað, við vorum bara með einstefnu, bara fannst mér hérna 2016 þegar ég kom inn í þessa stjórn og það hefur rosalega margt breyst og það hefur þurft að taka til hendinni og þurft að breyta og því miður það hefur það bara kostað og þessi senkun að gæju náttúrulega ennþá meira bætt í stabbann þannig að mér finnst núna bara frá með þessari afgreiðslu á nýjustu fjárhagsáætlun að þá erum við að taka nýja stefnu með þetta olíuskip og ég bara trúa því að því betur sem við flokkum, því betur sem við höfum okkur einmitt upprunnin, ábyrgð upprunans, framleiðandans og allt þetta við náum einhvern veginn utan þetta verkefni hérna á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir. Já. Haraldur Sverrisson, þú varst að biðja orðið þetta mál, fjárhagsáætlun 2021. Já, forseti, sko, mér finnst sko, að því menn eru að fara að tala hérna fjárhagsáætlun Sorpu, þá finnst mér einhvern veginn nauðsynlegt þá að minnast á það að þetta mjög merkileg fjárhagsáætlun að mínu mati. Það að segja fjárhagsáætlun Sorpu því að hún, talandi stefnu markandi, hún býr til eiginlega algjörlega nýja stefnu í þessum málaflokki og það út af því að vegna þess að það verið að taka það við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, við höfum þá tekið ákvörðun það að taka upp alveg nýja aðferðir við meðhöndlun úrgangs. Það er að segja að hætta að urða og vinna í staðinn gas og jarðefsbæti úr lífrænum úrgangi og svo eftir að lenda því með hvaða hætti skuli meðhöndla brennanlegan úrgang, hvort að hann verði fluttur út eða búinn til brennsla hér á Íslandi sem að brennir hann. Og þetta held ég að mjög margar mati og minnst kosti mínum mati og ég held ég það séu mjög margir sammála mér það að þetta eitt stærsta umhverfismál sem við höfum ráðist í hér á undanförnum árum eða bara nokkur tíman allavega þessu svæði að ráðast í svona stórfellda breytingar og meðhöndlun úrgangs eins og hefur verið að gera með þessu. En þetta þá kallar á, þetta ekki ókeypis, það ódýrasta leiðin að meðhöndla úrgang að grafa holu og grafa sig yfir hann. Við erum ákveðið að hætta því og það meira sér ódýrasta leiðin. Það kostar 4-5 milljarða eða 6 milljarða, ég man ekki hvað það var, að byggja gæju og jarðgerastöð í Álfsnesi, en það kostar líka meira að meðhöndla úrganginn í gæju heldur en að grafa hann og grafa yfir hann. Þannig að þetta endurspeglast í þessari fjárhagsáætlun og þess vegna eru framlög sveitarfélagana til Sorpu að hækka mjög mikið frá árinu 2020 til 2021 og eiga sjálfsagt þetta að hækka enn frekar þegar að ákvörðun hefur verið tekin líka brennanlega úrganginn og honum ekki lengur urðaður í Álfsnesi og hvergi. Það mesta lagi þá algjörlega óvirkur úrgangur sem verður urðaður og helst ekki því að urðun á bara að heyra sögunum til. Þetta þýðir að framlög Mosfellsbæjar til að mynda til Sorpur að hækka ég man það ekki, ég held að sé milli 20 og 30 milljónir á milli ára og felur við alveg að segna þess að samkvæmt lögum þá ber opinberum aðilum að innheimta þann kostnað sem það kostar að meðhöndla úrgang og það kostar mun meira að meðhöndla úrganginn í gæju á þennan umhverfisvæna hátt heldur en að grafa holu og moka yfir. Þetta kallar á það að við þurfum líka Mosfellsbæjar að endurskoða okkar gjaldskrár varðandi sorpurugjald og það öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að gera það og okkur reiknast til, við vorum að fara yfir þetta núna í kjölfarið á þessari fjárhagsáætlun og fjármálastjóri og fjármáladeildinni og okkur reiknast til að við þurfum að fara með sorpurugjald úr einhverjum 30.000 upp í rúmlega 40.000 til þess að eiga fyrir þessum kostnaði. Það er að segja að þetta standi undir sér. Þannig að það eitt af því sem að
við þurfum svo að taka til endanlega afgreiðslu milli umræðna einmitt þetta. Eitthvað sem að ræða sorphirðugjaldið og ég held að sko, því sé stilt upp, ég minna að því sé stilt upp núna í fjárhagsáætlun 35.000. Það langlægsta sorphirðugjald á höfuðborgarsvæðinu og ég held að okkur sé ekki stætt á því að halda því svo lágu og því þurfum við að fara með það hærra til þess að vera nær því að þetta að ná fyrir þessum kostnaði sem að þessi vinnsla kostar. Þannig að þessi breytta hugsun og það eins og stjórnarmaður okkur orðar að snúa við olíuskipinu, það hefur líka þekkt í för með sér, en hagsmunirnir ættu þá að vera mun ríkari að við erum að hugsa umhverfið okkar og hvernig við viljum vinna úrgang til framtíðar og fara eftir lögum í þeim efnum. Því að það ekki mönnum bjóðandi að þetta sé allt saman sett í holu og mókað yfir og við vitum alveg afleiðingarnar af því bara fyrir okkar nærumhverfi, svo við tölum ekki umhverfið almennt. Þannig ég vildi bara nefna þetta þannig að því ætlaði að hendar að koma að þessu undir umræðinu fjárhagsáætlun okkar ég bara einhvern veginn glemdi því eða held ég og bara ágætistæki að koma þessum punkti að hér. Já, orðið þá laust þetta mál sem að heitir fjárhagsáætlun 2021. Það kemur ekkert nafn hér upp, en Stefán Ómar, þú varst búinn að biðja orðið áðan mál númer 7. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Mér datt nú í hug umræðinu olíuskipið, hvert það hægt að nota metan á það, sko, af því við höfum nóg af því. En það var þetta númer 7, já, sem heitir önnur mál. Og aðeins að ef að fulltrú okkar í stjórn Sorpu geti aðeins upplýst okkur, sko, hvað þarna á ferðinni. Það eitthvað minnisblað og eitthvað samkomulag. Og eins og ég les þetta, ef að það verður samþykkt að þá hafi það áhrif á fjárhagsáætlun, væntanlega þá til, já ég veit ekki, hækkunar eða lækkunar. Bara örstutt að svona útskýring á þessu. Takk. Já, gerðu svo vel Kolbrún, það er beint spurningu til þín. Já, takk forseti. Sko, þetta mál varðar, já, þetta er samningur við vélsmiðjuna Héðinn varðandi smíði inni í móttökustöðinni í Gufunesi. Það er náttúrulega gríðastórt, þeir sem hafi séð það, þannig flókið apparat og þeir komu inn eiginlega og tóku við frá öðrum verktaka sem var ekki, riðið var nánast ekki við verkefnið, en síðan þeir tóku við þessir aðilar og þá var ákveðið að gera áframhaldandi samning við þá, en þarna stendur bara stjórn samþykkinni fyrirvara samþykkta fjárhagsáætlun, því þetta var náttúrulega stór samningur og þarna þetta bara fór inn í fjárhagsáætlunina en þarna var ekki búið að samþykkja endanlega fjárhagsáætlun, hún þurfti að fara fyrir eigendafund og vera samþykkt þar endanlega. Þess vegna er þessi fyrirvari. Forseti, má ég koma inn? Já, gjör svo vel Stefán Ómar. Sem sagt, er það komið inn í fjárhagsáætlun og þarna gæti orðið útgjöld? En þannig að ef þau verði ekki þá lakkar hún eða hvað? Nei, það verða útgjöld. Það er náttúrulega kostar að gera þennan samning við Héðinn. Já, það verða útgjöld en þau eru komin, það er búið að hugsa fyrir þeim. Já. Já, takk. Og hugsa fyrir öllu í Sorpu núna. Já, þá var þetta mál úr sögunni sem hét önnur mál, orðin ennþá laust þessa fundargerð, við erum búin að ræða mörg mál. Forseti, má ég kannski aðeins, það bara varðandi auglýsingu á nýjum framkvæmdastjóra? Já, þá ætla ég bara að gefa þér formlega orðið sjötta mál, við höfum ekki rætt það. Já, er það eina máli sem er eftir að ræða? Nei, ekki alveg eina máli. Nei, ég sé það núna. Við höfum ekki ræða aðalskipulag Reykjavík eða eitthvað. Nei, ég bara að ræða sjötta mál. Gjörðu svo vel. Takk. Það er bara, það sóttu þarna 30 manns þetta starf og það er byrjað að taka í viðtöl og mjög sterkir aðilar sem sóttu þarna og
En ég hef ekki frekar upplýsingar, svo bara endanum fær stjórn Sorpu bara að heyra svona þá sem að kannski valið stendur að lokum. Þannig að við samþykkjum kannski ekkert ósvipað og gert þegar þetta kemur fyrir bæjarráð. Og þannig að ég vildi bara segja að við ætluðum að reyna að ljúka þessu fyrir áramót og af því að núverandi þessi Helgi Þór var náttúrulega ráðið tímabundinn og hann vill tímabundið og hann sótti ekki Hann hefur bara hugað því að komast aftur í sitt akademíska umhverfi niður í Háskólanum Reykjavík og vill bara vera þar sem háskólaprófessor og þó að við höfum nú öll laumað á honum bara okkar óskum að hann myndi nú sækja og vera áfram hjá okkur en hann er svona maður sem kemur inn og fer aftur og hann er búinn að standa sig virkilega vel. En það eru fullt af sterkum kandidatum sem sóttum og við sem segja, við ætlum að reyna að vera búin að þessu fyrir jól og ég held að Helgi Þór hverfi af sjónarsviðinu að þessum vettvangi sem sagt í janúar eða febrúar. Já. Enginn búinn að biðja orðið þetta mál en þá er nú þessi fundargerð ágreidd í bili og hún er hér lögð fram. Þá tökum við hér endasprett í 3 fundargerðum sem er reyndar allar frá SSH. Héldu 3 fundi á 2 vikum. Við göngum bara í það. Það er fyrst fundur númer 511. Það var haldið 2. nóvember síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá. Forseti gerir orðið laust. Já. Það er nú ekki alveg rétt með tölur. 511 það er nú fleiri mál sem við snöð. Sjö mál á dagskrá. En hvað er það? Og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk forseti. Þetta er mál númer 511 eins og minntist á. 5. dagskrárliður samgöngusáttmáli. Með leyfi forseta ætla ég að vitna hérna í bókunina. Já, gjörðu svo vel. Lagt fram til kynningar yfirlit og minnisblað frá SSH framlög frá aðildarsveitarfélögum. Þá liggur fyrir minnisblað Vegagerðarinnar stöðu verkefna og minnisblað mánaðar skýrslu ætti þetta að vera, borgarlínu frá KPMG. Páll Björgvin framkvæmdastjóri SSH kynnir og svo voru þarna umræður sem er ekki vita hverja voru. Og ég sé hérna að Haraldur Sverrisson mætir á þennan fund frá Mosfellsbæ og ég hefði fyrsta lagi áhuga að vita hvaða umræður fóru fram þessi, 1, 2, 3 minnisblöð og hvað er þetta að nálgast þessi minnisblöð? Þetta er nú bara, það er spurninga, hvað fór fram og hvað er þetta að nálgast þessi minnisblöð? Já, það er beint spurningu til bæjarstjóra, Haraldar. Gjörðu svo vel, Haraldur, 5. mál. Já, sko, ég veit ekki betur en að þessi minnisblöð sé í gagnagátt SSH. Ef þau eru ekki þar, þá er það einhver mistök að ræða sem ég skal þá koma til framkvæmdastjórans. En ég vildi nú bara þessi gengju skuggum það fyrst, eru þessi minnisblöð ekki þar? Og umræðurnar voru bara þau, ég held að þetta hafi nú ekki verið mjög langar umræður, ég man nú ekki frá árið til árs hvað það snerist. Já, það er enginn kynnt sér hvað þessi hljóðs, notum spjallið áfram. Það birtist ekkert nafn þar, þá lítur forseti svo á að umræðum þessa fundargerð er lokið, númer 510. Síðan hér viku síðar, þá var haldinn afturfundur hjá SSH, 512 og þar voru 3 mál á dagskrá.
Það birtist hér frá riddara og lögmanni, mér sýnist minnisblöðin verið í gagnagáttunni. En hvað það? Orðið er laust 512. Það kemur ekkert nafn hér upp, þá lítur forseti sá að umræðan sé lokið þá fundargerð og hún er lögð fram og þá er komið að síðasta fundargerð. Já. Mér fannst svona þunnu 13. Þarna varðandi svarið, ég spurði ekki aðeins minnisblöðin fyrirgeðu, sko. Ég spurði umræðurnar líka. Fyrirgeðu, það var að hlusta á forsetið þegar það tekur til máls hvað sem hann nú segir. Það er búið að ræða þessa fundargerð, hvað sem mun finnst það. Við erum komin í annar fund sem var haldinn á degi íslenska tungu. Forseti, má ég ræða fundarstjórn forseta? Já, það er bara örstuð þá. Já, ég geri athugasemdir við hraðan. Það var verið að spyrja hvort að við myndum tékka á gagnagáttinni og ég var að reyna það. En ég heyra lögmaður en hann við tékkað á því og staðfesti að þessi gögn væri þarna. En ég áréttaði líka forseti. Já, fyrirgeðu, ég verð að grípa. Þetta er bara gott, við getum ekki farið að bakka svona tilbaka. Þetta er komið í ljós að þessi gögn er inn á gáttinni eins og reyndar bæjarstjóri taldi vera og við skulum halda okkur við dag íslenska tungu. Það er þetta ræðan. Getur því miður ekki farið tilbaka. Forseti, ég er ekki búinn með mál mitt, fyrirgefðu. Þú ert búinn að gera þessa athugasemd, hún er móttekin. Ekki við allt, ég var ekki búinn að ljúka máli mínu. En fundarstjórn forseta? Já. Ég varst búinn að, kæri vinnur, kæri bæjarfæll, þú varst búinn að tala hraðan og ég er búinn að meðtaka það. Ef það er eitthvað mjög stutt og brýnt sem þú koma á framfæri fundarstjórn forseta, þá skal ég leyfa þér það, örstuð. Tæknilegt atriði var hér að ræða en ekkert erfiðleikar hvað var það samskiptin nema það bara ég vildi benda á að mætti hinkra aðeins á milli í þessu rafræna umhverfi. Já, það er, ég tel mér nú að gera það en veit þú vel, það var líka komið fram áðan, þannig að þetta er nú bara endurtekið, en við skulum halda okkur við síðasta fundargerð kvöldsins. Það var haldinn fundur í stjórn SSA 16. nóvember síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þar þessa fundargerð. Nei, þetta er ekki rétt hjá mér, þetta voru 4 mál á dagskrá. Það kemur ekkert mál ennþá upp á spjallinu. Þannig að forseti lítur svo á að kveðið sé engin hljóðs þessa fundargerð og þá er umræðum lokið og hún er lögð fram. Þetta var síðasta fundargerð þessa fundar og það verður boðað til næsta fundar eftir 2 vikur, það er 9. desember. Við erum að koma inn í aðventuna og þá verður síðari umræða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar og náttúrulega eitthvað fleira. Það verður náttúrulega fundað í nefndum hérna á milli bæjarstjórnarfunda en ég þakka ykkur bara kærlega fyrir þessa fundarsetu. Klukkan hún er akkúrat 8:30 núna sýnist mér. Þannig að ég ætla þá að bara segja fundi slitið og hafi það bara gott helgina og framvegis.